Jæja, góðan daginn. Hjartalega velkomin hérna á málþing okkar í fagráði hjúkrunar- og lyflækningakjarna. Ég heiti Snædís Jónsdóttir og sérfræðingur í hjúkrun og tauga og verð fundastjórinn ykkar hér í dag. En það er ekki eftir neina að bíða og hér til að opna málþingi ætlum við að fá hana Magalí sem er formaður stjórnarinnar í fagráðinu og Margréti Guðjónsdóttir. Takk fyrir, Snædís, og góðan daginn. Eins og sagði, ég Magalí, ég hjúkrunarfræðingur. Ég hef verið að vinna núna á B7 og á B5. En ég fekk ekki verið hjúkrunarfræðingur alla ævi mínu. Áður ég var í rauninni líffræðingur og ég vann sem líffræðingur í 15 ár áður en ég fór í hjúkrun. Og myndin er svolítið tengt og ég vil nota hana bara til að opna málþing. Út af það er svo mikið svona skilaboð í þessari mynd. Það er svona, að rauninni, það þarf að vinna og hugsa í lausnum til að gera svona vinnuumhverfi og heiminn í allan bara betra. Þannig að einmitt það fræ sem verður kannski einu sinni stort tré, svona með svona umhyggju og í rétt umhverfi. Og mér finnst það mjög tengt hjúkrun líka, bara á hverjum degi, það það sem við erum að gera. Að reyna eitthvað gott í vinnu, gott fyrir fólk, gott fyrir okkur, bara að rækta okkur til að halda áfram í vinnu og í okkar lífi. Og ég glöð í dag að vera hjúkrunarfræðingur, ég sé ekki eftir. Og ég þakka Íris líka sem plantaði fræ í mér, þar ég var í verknámi hjá henni fyrir nokkrum árum. Og hún kenndi mér að setja upp æðaleg á henni sjálfri. Og þetta breytti öllu. Þetta var líka fræ, bara líkil til næsta skref. Og ég glöð í dag bara að setja svona málþing sem svona tækifæri til að dreifa þekking og gleði. Það svona fjölbreytt dagskrá í dag og vonandi getið þið njóta erindi og samveru hérna í sal og ég óska ykkur fræðandi og skemmtilegt málþing. Takk fyrir. Takk fyrir og takk fyrir að fá að segja nokkur orð í upphafi þessa flotta málþings. Ég heiti Margrét Guðjónsdóttir og ég starfa sem forstöðuhjúkrunarfræðingur á yfir bráðalegudeildum á lyflækningakjarna. Og ég verð að segja að ég ætla að byrja að fá að þakka þessum flotta hópi í fagráðinu sem stendur á bakvið þessa glæsilegu dagskrá. Því þessi vettvangur, hann okkur afar mikilvægur og ekki bara til að miðla þekkingu, heldur líka svona til að styðja og styrkja fagvitundina og sameiginlega sýn. Því að eins og sagt þá hjúkrun hjartað í heilbrigðisþjónustunni eða hryggjarstykkið, svona eftir því á hvernig það litið. Allavega erum við sú stétt sem að heldur heilbrigðisþjónustunni saman og það okkar hlutverk og eins og þið að gera í dag að halda þjónustunni og halda hjúkrun á lofti, gera hana sýnilega og tryggja að rödd hjúkruna heyrist, bæði í daglegum störfum, í stórum og smáum ákvörðunum og í stefnumótun, ekki síst. Og í gagnreyndri þekkingu og til þess þurfum við að beita reyndri og rýnni hugsun og efla rannsóknir og styðja við þekkingarhópinn okkar og sköpun til þess að leiða að betri umönnun sjúklinga. Og þegar ég var að hugsa hvað það væri sem að mér fyndist kannski og ég myndi kannski vilja leggja út í þennan dag, þá það að tengja við gildi Landspítalans og ég held að Magalí kom þarna inn á umhyggjuna sem fyrsta gildið vegna þess að við sem fagmenn viljum halda gildunum á lofti og það bara kjarni hjúkruna sem endurspeglast í öllum gildum spítalans, hvernig sem á það litið. Við sýnum umhyggju með að setja þarfir sjúklinga í forgrunn og veita heildræna þjónustu og við stöðlum að framþróa með því að rækta rannsóknir og nýta nýjustu þekkingu í starfi. Og við vinnum að fagmennsku með því að byggja ákvarðanir á traustum gögnum og stöðugri endurmenntun og við tryggjum öryggi með því að beita gagnreyndum aðferðum og skapa menningu
þar sem að lærdómur og umbætur eru í forgangi. Öll þessi gildi eru okkar gildi og takk fyrir að vinna þeim í dag. Og með því að efla hjúkrun sem fræðigrein og sem starfsgrein þá erum við að styrkja ekki bara hjúkrunina heldur heilbrigðiskerfið sem heild. Og það eru okkar ábyrgð að halda áfram að spyrja spurninga, leita leiða og miðla þekkingu. Og ég hlakka því til að heyra erindin hérna á eftir og vona bæði því sem hér setið og því sem að hlustið í gegnum streymið, njóti þess og að hlusta, spyrja, deila og taka þátt. Og ég set þá bara þetta málþing hér með sett og fel fundastjórnina aftur í hendur Snædísar. Takk fyrir. Jæja, herðu, þá við þökkum bara Margréti kærlega fyrir að opna þetta málþing og höldum bara dagskráni áfram. Það Kristín Sigurðardóttir sem ætlar að fjalla hérna þetta flotta erindi, það má ekki stingi þennan handlegg, hefð eða vísindi. Gjörðu svo vel. Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér hingað í dag. Ég heiti Kristín Sigurðardóttir og ég sérfræðingur hjúkrun á brjóstamiðstöð Landspítala og ég ætla að fjalla ráðleggingar eftir brjóstakrabbameinsaðgerðir, hvað snertir blóðþrýstingsmælingar og blóðsýnatökur meðal annars. Og hvort þetta eru hefð eða vísindi og hvort þessi gagnrýnd þekking á bak við núverandi ráðleggingar. Og ég ætla þá að reyna að svara bara þessari spurningu í þessu erindi, hefð eða vísindi. Þetta svona yfirlitið aðeins að fara aðeins að ræða brjóstakrabbamein og aðgerðirnar af því það kemur allt inn á þetta og þennan brjóstakrabbameins tengda sogabjó líka sem þetta snýst nú allt saman meira um og ráðleggingarnar hingað til og svona nýja leiðbeiningar og rannsóknir á þessu sviði og svona hvað þá framundan á brjóstamiðstöð í þessu samhengi. En við byrjum á brjóstakrabbameini, þetta mjög algengur sjúkdómur. Það talaði að sé svona 1 af hverju 9 konur sem fær þennan sjúkdóm og það svona 1 kall á móti 100 konur sem greinist. Þannig að þetta aðalega sjúkdómur kvenna. Samkvæmt tölum þarna frá Krabbameinsfélaginu fyrir árin 2020 til 2024 að þá voru þarna 272 konur að meðaltala ári sem greindust. Þannig er algengasta krabbamein kvenna og svona óstaðfesta tölu fyrir árið 2025, það líklegt að þetta sé jafnvel svona 100 fleiri heldur en þetta meðaltal. Þannig að þetta krabbamein er mjög vaxandi eins og önnur krabbamein, flest krabbamein skulum við segja. Og almennt lifunin góð hjá þessum hópi. Þetta svona bara heildar, ef við skoðum allan hópinn, þá jafnvel 90% á lífi eftir 5 ár, en það eru því margar tegundar af brjóstakrabbameini. Og að því að það læknast mjög margir, þetta góð meðferð, þá mjög margir á lífi eftir greiningu þessa sjúkdóms. Og þarna nýjustu tölu frá Krabbameinsfélaginu, þannig að 2024, þá eru 4075 einstaklingar út í þjóðfélaginu, sumir kannski í meðferðum, en aðrir læknaðir og eru bara þarna úti og flesti þekki eitthvað. Ég spyr gjarnan sjúklingar þegar koma, ef maður að ræða brjóstakrabbamein og hversu algengt það og hversu algengt það að læknast. Og ef maður spyr, þekkjur eitthvað sem hefur greinst með brjóstakrabbamein og ég man kannski eftir einni sem einhvern veginn kannast ekki við en annars yfirleitt þekkir maður eitthvað. Þannig að þetta er mjög algengt. Og krabbameinsaðgerðirnar eru þá annars vegar það aðgerð á brjóstinu, þetta aðalir í meðferðin við brjóstakrabbameini, svo misjafnt hvort þau þurfa að bæta við einhverjum frekari meðferðum. Það þá annaðhvort fleikskurður eða brjóstnám. Stundum hægt að byggja upp brjósti í sömu aðgerð eða síðar ef það brjóstnám. En fleikskurður miklu meiri hluta við ráðleggingu það ef það mögulegt. Og síðan yfirleitt alltaf aðgerð á hólhöndinni líka, þar sem teknir eitlar í hólhöndinni. Annaðhvort svona fremstu eitlarnir sem svona sýnataka ef það ekki staðfest meinvörp fyrir aðgerðina eða þá það sem kallast hólhandareitlarhreinsun. Og þá teknir fleiri eitlar því að það eru fyrirfram vita að það eru meinvörp þar. Og það eru eiginlega allar krabbameinsaðgerðir, sem brjóstakrabbameinsaðgerðir, eru gerðar á Landspítala hérna á Íslandi. Það kannski
einstaka á Akureyri við ykkur alveg sérstakar, eða ykkur sérstakar aðstæður sem gera verkum, en það fara allar í gegn hjá okkur og öll fara í aðgerð hjá okkur. En svo kannski fáðu meðferð á Akureyri eða eitthvað viðbóta meðferð eða Selfossi eða út á landi. En aðgerðirnar eru hér bara 99,9%. Og eitlarnir koma inn í þetta sogabjúgsmál allt saman. Varðeitlar er algengast að þessi gerir sér varðeitilstaka og þá eru teknir í rauninni fremstu eitlarnir sem sýnataka og það byrja á því aðgerðinni og fyrir aðgerðina eru þeir merktir sérstaklega að þeir ekkert hægt að sjá í aðgerðinni hverjir eru fremstir. Þannig þeir eru skoðunar meðan aðgerðinni stendur og ef þeir eru í lagi þá er bara skurðinu lokað, en ef það reynist vera eitthvað í þeim, sérstaklega eru fleiri en 2 jákvæðir eitlar, þá kannski gerir þessi hólandarhreinsun. En ef það fyrirfram vita eru meinvörp í hólandinu, þá er gerð þessi hólandarhreinsun. Og þetta svona, þannig sér maður svona grófa mynd af þessu. Þetta á sérstaklega við ef aðgerið fyrsta meðferð sem er algengast, en ef maður gefur fyrst lyfjameðferð og þá er stundum hægt samt að gera varðeitilstöku þó að hafi verið jákvæðir eitlar fyrir, ef svörunin er algjör og allt krabbamein farið. Þannig að þetta er svona, í grófum dráttum er þetta svona. Og síðan er stundum gefin geislameðferð og mjög oft, yfirleitt alltaf á brjósti eða það er fleikskurður. Þá talaðum þessi jafn góð eða jafn örugg meðferð og fjarlæga allt brjóstið. Það eru undantekningar á þessu, en þetta er svona grófa reglan í þessu. Og síðan ef það er gert brjóstnám og æxlið stærri en 5 cm þá er geisla á brjóstnámsvæði, getur við sagt. Og það er yfirleitt alltaf geislað í hólundina ef það hafa reynst vera meinvörp í hólundinu. Alveg sama hvort að það var gerð varðeitilstaka eða hólandarhreinsun. Þið þurfa ekki að muna þetta, það verður ekki próf hérna eftir, en að því að þetta kemur hérna inn í svona áhættuna fyrir sem bjúg og svona, þá svona aðeins að nefna þetta. Og hérna sér maður að við erum að gera langt mest af varðeitilsaðgerðum en ekki hólandarhreinsunum, en þær eru þarna með. Og alltaf nýjar rannsóknir er alltaf að styðja við það að maður þurfi ekki að gera hólandarhreinsun nema í svona afmarkaðri tilfellum. Þannig að það er mjög mikið svona framþróun í því sem ég ætla nú ekki að fara nánar í. En það er bara þá öllum í hag, öllum sjúklingunum, þá þarf maður minni líkur á aukaverkunum. Og ef við skoðum hérna brjóstakrabbameinstengdan sogabjúg, ég vissi nú ekki eins og því áður ég fór að undirbúa þetta verkefni, þetta er náttúrulega bara konsept, hérna, hann ef maður fer inn á PubMed og svona, þá er þetta bara heila konsept, bara þessi bjúgur sem kemur eftir þessar aðgerðir. Og ég ætla nú ekki að eiga miklum tíma í sogakerfi, en þetta er náttúrulega, sogakerfi safnar umfram vökva og vefjónum, og koma honum aftur í blóðrásina og þetta er alveg 2-4 lítra sem að fara í gegn á dag og ef það verður álag eins og sýkinga eða slíkt þá getur þetta jafnvel tífaldast. Þannig að við talum ótrúlega mikið vökva sem er að fara þarna í gegnum þetta kerfi og eitlarnir eru svona að síja, eru að síja út bakteríur og svona sýkla sem að þannig þetta er svona hluta ónæmiskerfi líkamans. Og síðan er líka flutningu fitu þarna í kringu smáþarmana sem kemur nú okkar mál ekki við hér í dag. En þetta er bara sérstakt kerfi. Og þetta myndast sogabjúgur þegar starfsgeta kerfisins er skert og við þekkjum örugglega flest hérna einkennin, það er þessi spenna á húðinu og þyngsli og ummálsaukning, stunduverkir og þessi hreyfiskerðing. Og afleiðingarnar geta verið mjög skert lífsgæði. Hætt á sýkingum og svona breytt líkamsmynd þegar við séum fólk með mikinn sogabjúg, þetta er mjög mikið svona útlitsbreyting og jafnvel félagsleg hömlun, þú kemst ekki venjuleg föt og allt slíkt, seinkun að fara aftur til vinnu hafa rannsóknir sýnt og svo framvegis. Þannig að þetta hefur ýmis áhrif. Og þessi sogabjúgur, það talaði svona ef maður horfir á allan hópinn, þá sé þetta svona kannski 20% sem fær hann á einhverju stigi. Og flesti fá hann innan 3 ára. Þú getur fengið hann líka miklu seinna, en svona þegar maður horfir á heildina þá er þetta svona yfirleitt mörkin. Og það er alveg nokkri áhættuþættir og það er þessi hólandareitlarhreinsun, þetta er stærri hólandaraðgerð, þannig að við erum að taka fleiri eitla og svo geislameðferð á hólum, það eru mjög stóri svona áhættuþættir.
einnig offita og sýking og svo sem fleira sem hefur minni áhrif. Og þetta bandarísk rannsókn, þetta línurit hérna frá 2018, þetta alveg 2266 einstaklingar, hún framskygn og það verið að skoða þarna tíðni sofabjúgs eftir þessar krabbameinaðgerðir, brjóstakrabbameinaðgerðir, út frá því hvernig hólandaraðgerð var gerð og hvort það var gefin geislameðferð eða ekki. Og efsta línan þá hólandahreinsun og það sem sagt tíðnin er hérna uppsölunásinn og mánuðurinn tími frá aðgerði hérna á X. Þannig að efsta línan þá hólandahreinsun og geislameðferð og þá þetta alveg hérna yfir 30% sem að fá bjúg þar þegar líður á og toppar einmitt hérna eftir svona 3 ár cirka. Og næsta lína þá hólandahreinsun og ekki geislameðferð og hér þá varðeitil, þessi ljósgræna varðeitilstaka og geislameðferð. Þið sjá munin á ef það gerð hreinsun eða varðeitilstaka. Og síðan hérna þessi dökkgræna þá varðeitilstaka ekki með geislameðferð. Þannig að maður sér þarna bara mjög skýrt hvað þessi inngrip, hvað þau skipta máli og geta haft áhrif á líkurnar á því að fá sofabjúg. Og ráðleggingarnar síðust áratugi, við könnumst við þetta allt saman, eða ekki, við sem vinnum í heilbrigðiskerfinu, forðast sýnatökur, forðast æðaleggi, forðast líf og vökuæð og forðast blóðþrýstingsmælingar, aðgera megin. Og auðvitað líka vera með ermi í flugi og ekki fara í heita potta og kalda potta og þú veist, það alls konar svona ráðleggingar sem hafa flogið á milli. Og ástæðan þessi ótti við að stuðla að því að fá sofabjúg með því að stasa eða versnun á honum eða ótti við sýkingu við stungurnar sem getur aukið þá sofabjúg eða versnun á honum. Og þetta áhrifin af þessum ráðleggingum getur verið mjög margvíslega. Við höfum allar hitt sjúklingana sem eru bara búin að kvíða fyrir í marga daga fyrir í blóðprufu af því að má bara nota annan handlegginn og hann útstunginn og hafa ekki heyrt þetta og ég vona að þú veist að hann Jói sé að vinna í blóð sína deildinni af því að hann svo góður í þessu og svo eru sumir sem byrja þið verða að kalla svæfinguna þetta af því að það þarf alltaf að kalla og þannig að þau þurfi ekki að byrja á því að stinga. Þannig að það oft mikill kvíði og ótti áhyggju bara hjá sjúklingunum. Og klínist auðvitað ofnotkun á handleggnum og þessum æðum getur þetta verið bara mjög bagaleg. Getur tekið langan tíma og getur verið mjög erfitt að finna æðar og við erum kannski að notast lélar æðar af því að við viljum ekki fara í hinn handlegginn sem getur þetta ógnað öryggi sjúklinga. Við erum kannski að gefa vökva og lyf hægar en við myndum vilja gera því að æðin ekki upp á marga fiska eða gefur ekki tækifæri fyrir annað. Svo kannski þarf maður helst að vera að gera margt í einu þá og allt á sama handleggnum. Við erum kannski að mæla blóðþrýsting þegar við myndum helst vilja eitthvað lyf væri að fara hrætt inn. Þú veist, það alls konar svona sem mjög óhagstætt. Síðan ef það er búið að gera brjóstaðgerð báðum megin, að þá er gjarnan að fara í fæturnar. Það er aukin sýkingarhætta að vera stinga þar, ónákvæmar blóðþrýstingsmælingar og þetta mjög slæmt fyrir sjúklingin og óþægilegt og hreyfa sig og allt þetta. Og síðan náttúrulega getur verið aukin notkun miðlægra æðaleggja líka ef það er búið að fara að gera aðgerð báðum megin. Þú veist, það er alls konar sem maður er að tengja við þetta. Og það má eiginlega segja bara til að þetta er eiginlega mjög einfalt. Allar þessar ráðleggingar eru byggðar á mjög veikum gögnum. Og þetta er eiginlega þessi just in case nálgun. Gert með góðum hug auðvitað. Að ráðleggja fólki að til öryggis ekki láta stinga og til öryggis ekki láta mæla og til öryggis verða með ermi í fluginu og allt þetta. Þannig í rauninni er þetta meira hefð en ekki vísindi eins og staðan í dag og með vitneskjuna sem er hérna í dag. Og það leiðbeiningar sem Svæfingalæknafélag Ástralíu og Nýja-Sjálands gaf út leiðbeiningar þetta efni og ég fékk þær í hendurnar fyrir 2 árum eitthvað svoleiðis og við byrjuðum að vinna þetta en síðan þurftum við aðeins að salta þetta vegna annarra verkefna. Síðan hringdi Íris í mig, þarna er Íris sem við vorum ekki sem búin að hittast og það hefði þetta komið upp á fagráðsfundi að
að þið vildu fjalla þetta efni og þá bara tók ég því sem bara svona vísbendingum að ég þyrfti nú að fara að dusta ryki af þessu og bara keyra þetta í gang aftur. Þannig að það er þá þegar hafið, eða þess núna með þessu. Þannig að fyrir hönd sjúklingalandsins sem að fara í gegnum þetta þá þakka ykkur fyrir það. Þannig að við ætlum svo sannarlega að klára þetta. En þetta svæfingalæknafélag gaf út leiðbeiningar til sjúklinga, eða svona upplýsingablað til sjúklinga, eða fact sheet. Það sem að bara í titlinum er bara hreinlega sjúklingurinn ávarpaður. Hefur þú farið í aðgerð á brjósti þar sem eitlar voru fjarlægðir? Og þetta er bara A4, það sem við erum að fjallum, bara hingað til höfum við verið að ráðleggja að forðast hitt og þetta og af hverju, en svo eru bara nýjar upplýsingar þarna. Og þær eru bara hreinlega þessar. Það er bara allt í lagi að mæla blóðþrýstinginn, það er allt í lagi að fara í blóðprufu og þú setja æðileggi og allt þetta aðgera megin. Óháð því hvort að sóabjú er eftir staðar eða ekki, óháð því hversu margir eitlar voru teknir. Og það er tekið fram, það er mikilvægt að þú munt fá samtal við heilbrigðisstarfsmanni sem er síðan að fara að sinna þér. Þannig að þetta er þetta samráð sem er mjög mikið fjallað í þessum leiðbeiningum. Og í leiðbeiningunum er þarna QR-kóða sem er þá linkur inn á svona faglega leiðbeiningar sem Svæfingalæknafélagið með fyrir sitt starfsfólk sem er þá að sinna þessari vinnu. Og þær eru hér og þetta er þetta bara gæðaskjal, tilgangur og allt þetta. Og niðurstaðan úr því er þið byrjuðu að tala mikilvægt að þetta sé einstaklega smiður nálgun og þetta samráði ákvörðunartöku sem við heyrum alltaf meir og meir núna í heilbrigðiskerfinu. Og síðan talaði líka að stofnunin þarf að fjarlægja allar leiðbeiningar og reglur þetta og það er því ég lýst að sumstaðar heiminn með fólk bara líka blikkandi ljós og handleggnum ekki stinga og þannig allir muni eftir því, þetta er eins og maður sé með bráðána með þannig. Þannig að við erum nú ekki með það hér, síðust vísi. Og síðan eru þeir með í sínum fyrir starfsmennina. Ef þú ert ekki með sóabjú, þá bara frítt fram að gera sem við sýnist við handlegginn. Ef að sóabjúr er til staðar, að þá ráðleggja þeir starfsmennunum að íhuga að nota hinn handlegginn ef það er mögulegt, þó að séu engar svona absolút frábindinga fyrir í samt að nota hann. Og þetta setja samtal og samráð við sjúklinginn. Og það eru þetta heimildir á bak við þessar leiðbeiningar. Svæfingardeild Landspítala er með þessar leiðbeiningar til hliðsjónar í sinni starfsemi. Og að því að nýjasta heimildin í þessu leiðbeiningum er frá 2021, þá leitaði ég hvort það væri komið eitthvað nýtt síðan þá. Og þarna er ein svona yfirlitsgrein sem skoðar þetta rannsóknir á þessu sviði og þær segja það sama. Frá 2024. Og það sem við erum þá að gera núna eftir þetta góðu samskipti við Írisi og ykkur, að þá erum við bara með eða ég má segja við ætlum að gera leiðbeiningar. Við náttúrulega erum ekki með leiðbeiningar frá Landspítala þó að sé náttúrulega allar líkur því að það verður bara eins. En þær eru þá á to-do-listanum og Hafsteinn Ingi Pétursson yfirlæknir skurðlækninga er þá með mér í þessu, eða við erum búin að vera í samskiptum út af þessu, þannig að hann mun fara í það að gera svona leiðbeiningar og gæðaskjal fyrir hönd brjóstamiðstöðvar. Ég lofaði ekki fyrir vorið, mjög ólíklegt, en við erum allavega að leggja stað með þetta. Og við þurfum klálega að gera svona upplýsingablað fyrir sjúklingana því að þetta er svo fast í öllum að þetta sé bara eitthvað sem má alls ekki gera, að vaða í þennan handlegg. Þannig að það þarf að standa vel að þessu. Og við þurfum auðvitað að innlega þetta og breiða út boðskapinn og það er þá bæði sjúklingar og fyrrverandi sjúklingar sem að þurfa að vera inn í því, þessi 4075 og auðvitað allt starfsfólk og deildir og heilbrigðisstofnanir. Þannig að við þurfum að tikka við þá öll box og ég lofa að senda öllum tölvupósti að koma og kynna eða þegar við erum komið með þessar leiðbeiningar. En þetta er allavega til frá þeim og þú veit að þið vitið það þó allavega núna og þetta kynna það þannig, en sumar að brjóstamiðstöð vonandi bráðum á þessari mynd, þannig að takk kærlega fyrir þetta. Þetta eru spurningar, eða kannski ekki tími fyrir það, ég veit það ekki. Alveg tími spurningar. Eru einhver spurningar á það?
Eru þið þá farin að ráðleggja þeim konum sem fara í þessar aðgerðir núna að það megi nota þennan handlegg? Byrja að gera það á krabbameinsdeildinni eða skurðdeildinni? Þetta er mjög góð spurning. Af því í rauninni við erum ekkert eitthvað mikið að tala um þetta, sem kannski líka bara ekki gott. En það í fræðsluefni frá okkur í rauninni, eða frá sjúkraþjálfarnir sem að sinna þessum aðgerðum, það fá allir afhent fræðsluefni æfingar eftir brjóstaðgerð og aftast í því ein blaðsíða sogabjú og þar kemur fram að út að reyna að forðast að nota þennan handlegg. Af því við vorum ekki búin að gera okkar leiðbeiningar og þá var dálítið erfitt að breyta því, sko. Þannig að það eitt af því sem við munum þá auðvitað endurskoða, það er bara eins og þeir gerðu. Við þurfum að endurskoða það leiðbeiningar sem eru nú þegar við erum komið þá með leiðbeiningur með eitthvað annað, væntanlega, sko. Síðan líka eitt fræðsluefni sem krabbameinskjarninni með sem sogabjú. Það líka hans upplýsingar að reyna að forðast handlegginn. Þannig að fólk fær bara að afhenda þetta blað og við erum ekkert mikið að tala um þetta. Þannig að þetta eitthvað sem að þú les kannski á þessu blaði og svo bara gengur þessi saga eða þú veist, þetta er svo góðu leiðbeiningar frá sínum tíma, þú veist, þegar fólk var vildi vara við, sko. En við, já, fyrir ekki. Ég ræddi fyrst við göngudeild krabbameins þegar það kom upp í okkur. Já. Og þær treystu sér ekki til þess að segja að þetta væri leyfilegt. Nei. Bara í sín. Nei. Ég held við verðum, sko, meira sem sjúkraþjálfurum finnst að því þeir náttúrulega hitta stundum tilfelli sem að hafa mögulega fengið sýkingu, það kannski einn af þá á móti mjög mörgum og þá kannski maður með fljótur að vilja vara fólk við hann að vera, þú veist, frekar konservatífur og svona, þannig ég held að það sé, ekki það, þetta er gott að vita þetta á þess að leiðbeiningar eru til bara útlensku eða skilji og það eru heimildir fyrir öllu saman, en ég held að vera mjög mikilvægt að gera þetta bara mjög formlega. En það getur mjög stór hópur, hann fer út allt og fullt af fólki og það þarf bara að gefa þetta út og það eru brjóstaskurðlæknarnir sem að gera þessar aðgerðir sem þurfa að mínu viti að vera fremstir í flokki þar og leiðbeiningar með þá koma frá brjóstamiðstöð, allan munum við gera það fyrir okkur. Og já, þetta er alveg þetta er stórt og mikilvægt svona verkefni að bara fara almennilega í og gera faglega og þá kynna rækilega, sko. Já. Já, Takk sem leys. Ég kan spyrja á heita og kalda potta Já. Þetta snýr bara á heilbrigðis. Já. Eitthvað svona varðir lífstíl eða eitthvað, þú veist. Já. Nú ég ekki komin hingað sem spesialisti í sogabjú og svona almennt séð og bara eiginlega alls ekki, en auðvitað ég búin að vera að lesa mikið af greinum. Og sjúkraþjálfarar, þeir sem eru spesialistar í sogabjú, segja oft prófaði áfram. Prófa að fara í heitan pott og vertu bara stutt fyrst og findu hvernig þið líður. Og mér sýndist svona í leiðbeiningum að það er kannski eina sem er ekki beint evidens fyrir svona, það sé ekki að segja af eða á, til dæmis sána, ég held. En almennt eru þeir sem eru mjög vel að sér í þessu sjúkraþjálfararnir eins og það eru til dæmis í bata mjög vita ef það er búin að kynna sér þetta vel og eru mikið að sinna þessum sjúklingahópi að þær segja að prófa þig áfram og findu hvernig líkaminn þinn þolir þessar aðstæður og farið eftir því. Ég var nú bara með svipaða spurningu þegar ég búin að svara Já. að við varum með fleiri svona leiðbeiningar sem hefð og Já. frekar en reykst á það. Já, það er algjörlega til Já, hreyfing Já, það sem er sko hreyfing er góð, þú veist, aðgerðir á handleggnum allt í lagi engar heimildir fyrir því að maður þurfa að það sé hjálplegt að ráðleggja stuðningsermi í flugi og það er alveg löngu vitað í rauninni og með þess að ég fór á kynningu hjá fyrirtækin sem er að selja þessar ermar og ég spurði, þú veist, er það ráðleggja og það bara nei, þú veist, með þess að þessi selja ermarnar, þú veist, þessi ef neini, það er engar heimildir fyrir því að það sé eitthvað sem við eigum að vera ráðleggja í fyrirbyggjandi tilgangi. Nú þetta er þetta fyrirbyggjandi aðgerði. Ef þú ert með sogabjú þá kannski líður betur að setja á því erminn áður og færi langt flug yfir 3 tíma kannski eða eitthvað svolítið. Já. En annars ég hér bara að teka fram, ég er ekki
ég er alveg þokkalega djúpa í þessu kannski með við ykkur hérna mögulega, ég veit ekki, en þetta er ekki svona mitt sérsvið, en þetta er mjög áhugavert allt saman og mjög verðugt verkefni að keyra þetta áfram. Og sýnum mikilvægt þess að við séum alltaf að nota þessa gagnrýnu hugsun og Algjörlega. að byggja okkar ráðleggingar á gagnrýnri þekkingu. Algjörlega. Þannig að bara takk hella fyrir. Bara takk sömuleiðis, takk. Herði, þá höldum við bara áfram og næst í pontu er Herdís Birgisdóttir sem ætlar að fjalla hjúkrunarstýrða göngudeildarþjónustu fyrir lifrarbila. Gjörðu svo. Góðan daginn. Já, ég heiti Herdís og hvar er bara næst, bara hérna kannski, svona. Ok, ég heiti Herdís og ég er sem sagt hjúkrunarfræðingur á göngudeild meltingar. Ég er með nokkra punkta sem ég ætla að hafa fyrir frá mig og er sem sagt búin að vera að vinna þar síðan síðasta haust og ég er líka sem sagt í mastersnámi og er að skoða svolítið mikið hjúkrun einstaklinga með skorpulifur og hef rosalega gaman að því að tala um það. En í þessu erindi ætla ég að fjalla hjúkrunarstýrða göngudeild eða þjónustu fyrir sjúklinga eða fólk með lifrarbilun eða skorpulifur. En þetta er hópur sem þarf mikla samfellu í þjónustu og þau þurfa sérhæfða nálgun og mjög reglulegt mat. Og ég mun fara yfir ástæður þess af hverju hjúkrunarfræðingar í raun í lykilstöðu til þess að veita reglulegt eftirlit og eftirfylgni fyrir þennan hóp. Ég ætla líka að tala áskoranir sem þessi sjúklingar standa frammi fyrir þetta fólk og hvernig við getum byggt upp þjónustu sem bæði skilvirk og einstaklingsmiðuð. Það er ekkert rosalega mikið á glærunum hjá mér og þetta er svolítið stór skjár, en allavega lifrarbilaðir sjúklingar eru með flókna og langvinna sjúkdóma sem að þróast, það mislangur tími, það fer svolítið eftir orsökum sjúkdómsins. Það getur verið yfir langan tíma en það getur líka gerst á bara mjög stuttum tíma. Þeir þurfa reglulegt eftirlit og stöðuga fræðslu og stuðning til að takast á við einkenni sjúkdómsins og fylgikvilla sem geta verið mjög alvarlegir. Og þeir eru mjög alvarlegir þessi fylgikvillar þegar þeir fara að koma fram. Og það eru hjúkrunarfræðingarnir sem eru oftast þeir sem að hitta þetta fólk oftast og mest og sjá þessar breytingar sem verða á ástandi hjá þeim. Og þess vegna hjúkrunarstýrð þjónusta bæði rökrétt og þetta gagnreynd leið til að tryggja samfellu og öryggi í eftirliti og eftirfylgd með þessum hópi. Og þetta bara kannski svolítið einföld mynd af en sýnir samt mjög vel fylgikvillina sem fylgja þessum sjúkdómi. En orsakir lifrarbilunar eða skorpulifur, það eru mörg mismunandi orsök. Við vitum öll áfengisnotkunina og flesti, og það það sem maður horfir alltaf fyrst til og svolítið áberandi í samfélaginu. Ef að fólk talar það sem skorpulifur, að þá hugsar fólk alltaf strax áfengið. En svo það líka sem að kallast MESULT, sem þá Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease, sem tengist offitu, sykursýki og efnaskiptavillu og lifrarbólga B og C. Þetta eru algengustu orsakirnar og eru 60–70% að þessar orsakir saman lagðar þeirra sem fá skorpulifur eða lifrarbilun. Svo erum við með þannig 30–40% sem eru aðrar orsakir. Og þegar lifrin bilar þá þróast alvarlegir fylgikvillar eins og portaða háþrýstingur, varisublæðingar, asitis og lifrarheilakvilli. Þetta allt saman sem að þurfum að fylgjast rosalega vel með og vera meðvituð hjá þessum hópi. En það líka vannæring og sýkingar
sem eru mjög stór vandamál hjá þessum hópi og geta haft mikil áhrif á horfur þessara einstaklinga. Og bara til þess að vannæringin að hafa það í huga í tengslum við þróun þá hinna fylgikvillana, hvernig þeir þróast. Og þetta undirstrikar mikilvægi þess að sjúklingar séu í reglulega eftirliti þar sem hægt að grípa inn í snemma. En skorpulifur hefur áhrif á alla þætti lífsins hjá þessu fólki. Þessir sjúklingar þeir upplifa skerðingu á líkamlegri getu, andlegri heilsu og félagslegri virkni. Margir glíma við þreytu, kvíða, svefntruflanir og félagslega einangrun, en þetta eru oft fyrstu einkenni sem fólk fer að sýna þegar það með skorpulifur og það er oft farið að bera mikið á þessu áður en að fylgikvillarnir koma fram. Þannig að fólk þó það sé ekki farið að vera mjög veikt af völdum skorpulifur, þá eru samt einhver einkenni komin fram í þreytu og næringin er oft líka, þarf að fylgjast vel með henni bara strax frá upphafi við greiningu. Þessi greining hefur áhrif á menntun, atvinnu og daglegt líf og það er þá oft vegna stigmatiseringar sem er raunverulegt vandamál hjá þessum hópi. Þetta er oft svona, ég veit ekki hvernig hægt að orða það, þetta er hópur sem er svona svolítið utan gátta eða svona ekki minni hluta heldur svona, þetta er viðkvæmur hópur sem er oft svona litið svolítið framhjá út af þessari umræðu áfengisnotkun og áfengisvandamál sem að margir eru að glíma við náttúrulega með þessum sjúkdómi. En út af þessu öllu saman þá þarf þjónustan að vera heildræn, við þurfum að hugsa sjúklingana eða skjólstæðingana okkar heildrænt og taka mið af líkamlegum, sálrænum og félagslegum þáttum hjá þeim. En hjúkrunarfræðingar, þeir sinna fjölbreyttum og sérhæfðum verkefnum í umönnun lifrarbilaðra. Eins og til dæmis á göngudeild þá erum við mest að hugsa bara eftirlitið og fylgjast með einkennum og fylgikvillum, en svo það náttúrulega líka hjúkrunarfræðingar sem inn á legudeildunum sem að hitta mikið af þessu fólki reglulega. Því fólk leggst oft inn og liggur oft lengi inn í einu og svo koma kannski með stuttu millibili aftur og aftur og aftur. Og það þá kannski helst á 12E sem að þau eru á meltingardeildinni þar sem þau kynnast þessu fólki nokkuð vel. Þau þurfa að samhæfa þjónustu, þessi sjúklingar, milli fagaðila og við þurfum að tryggja sjúklingar fái rétta aðstoð á réttum tíma. En snembæra greiningar á vestunum eru sérstaklega mikilvægar þar sem hún getur komið í veg fyrir bráðar innlagnir og alvarlega fylgikvilla. Og þess vegna ég svona mikið alltaf að velta fyrir mér hjúkrunarstýrðri móttökum fyrir þennan hóp. Og það verið að vinna í alls konar hjúkrunarstýrðum módelum víða. Það eru nokkur sem en það sem ég langar að nefna ClinCam eða Quality Liver Nurse Coordinated Management sem sænskt módel og unnið eftir á mörgum skorpulifrar göngudeildum í Svíþjóð. Og það hefur sýnt fram á mjög jákvæðar niðurstöður fyrir þennan hóp. En þetta módel var þróað til að bæta umönnun sjúklinga með skorpulifur og aðra langvinna lifrarsjúkdóma. Og þetta módel byggir á reglulegu mati, stöðluðum verkferlum og markvissri eftirfylgd sem samhæft af hjúkrunarfræðingi. Og það sem svona helstu þættirnir í þessu módeli reglulegt og kerfisbundið mat á einkennum, fylgikvillum og áhættu, til dæmis asítis, lifrarheilakvilla, sýkingum og næringarástandi. Hjúkrunarfræðingarnir einnig að fylgjast með hvort að einstaklingum sé að versna. Það eru snembæra greiningar sem dregur úr bráðum innlögnum og alvarlegum fylgikvillum eins og ég var að tala áðan. Og það stöðluð fræðsla sem eykur
þekkingu sjúklinga á sjúkdómnum og styrkir sjálfbjargargetu. Hjúkrunarfræðingarnir sjáum að samhæfingu milli fagaðila og þá hjúkrunarfræðingurinn tengiliður og tryggir samfellu í þjónustunni. Þau auka aðgengi að þjónustu og stuðningi sem minnkar óvissu og eykur öryggi sjúklingana. En ávinningurinn, samkvæmt rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu módeli, eru færri innlagnir og endurinnlagnir, betri lifun, betri lífsgæði og upplifun sjúklinga, skilvirkari nýting heilbrigðisþjónustu. Og ég held að þetta módel, að við gætum lært heilmikið af svona módelum og reynt að aðlaga það að okkar aðstæðum. Svo ég tali nú aðeins göngudeild meltingar. Hún nú þegar að mestu leyti, ef ekki öllu hjúkrunarstýrð, og byggir á þverfaglegu samstarfi. Þjónustan flókin og krefst mikillar sérhæfingar þar sem sjúklingar eru oft með fjölþætta þarfir. Og með því að efla hlutverk hjúkrunarfræðinga og skýra verkferla getum við aukið skilvirkni, bætt samfellu og tryggt að sjúklingar fái markvissa og samræmda þjónustu. Það kannski helst að það þarf að náttúrulega koma svo allir saman á blað, skrá niður hvernig við viljum hafa þessa verkferla, hvernig á að nálgast fólkið, bara svo að hjúkrunarfræðingar á deildinni séu allar að vinna eftir sömu verkferlunum og við séum allar að nálgast fólk á sama hátt og þetta sé allt saman í rauninni gert eins til þess að hámarka bara gæði þjónustunnar. Og þá það hérna lífsgæði, þekking á sjúkdómum og hjúkrunarþarfir göngudeildarsjúklinga á skorpulifur á Landspítala. Það rannsókn sem ég að vinna í mastersnáminu mínu. En rannsóknir sýna að sjúklingar með skorpulifur hafa fjölbreyttar hjúkrunarþarfir og oft með takmarkaða þekking á sjúkdómum. Hingað til hefur ekki verið gerð nein hjúkrunarrannsókn hér á Íslandi á þessum sjúklingahópi, þannig ég ákvað að bara skella mér í það með dyggri aðstoð Þóru Janjar, Þórunnar Skeving, Einar Stefáns og Önnu Soffíu. Og markmiðið að kanna lífsgæði, þekkingu og hjúkrunarþarfir sjúklinga með skorpulifur sem sækja göngudeild Landspítalans. Og með því getum við vonandi kortlagt þennan hóp, ef að hægt orða það þannig, og móta þjónustuna að þörfum þessa hóps. Ég ætlaði ekki að fara neitt ítarlegar í þessa rannsókn, en mér langaði samt að koma bara svona aðeins inn á það. Og framtíðarsýn fyrir deildina sem ég og vonandi samstarfsfólk mitt líka, það að byggja upp þjónustu sem stöðug, gagnreynd og samfelld og við viljum hafa skýra verkferla, reglulegt mat og sterkt þverfaglegt teymi og þannig getum við tryggt að sjúklingar fái sem besta mögulega þjónustu. Og það þá skapar öryggi, bætir útkomu, styrkir bæði sjúklinga og starfsfólk. Og svo kem ég hérna aðeins inn á ávinningin og það þá þessi ávinningur af hjúkrunarstýrðri þjónustu eða göngudeildum hefur verið nokkuð vel skjalfestur á mismunandi göngudeildum og það hefur sýnt að sjúklingar upplifa betri lífsgæði, færri innlagnir og aukna sjálfsbjargargetu. Þjónustan verður samfelldari og markvissari og teymið fær betri yfirsýn yfir ástand og þarfir sjúklingana. Þetta leiðir til betri nýting á heilbrigðisþjónustu og jákvæðari heilsufarsútkomu og við höfum séð það á, eins og ég var að segja áðan, á öðrum hjúkrunarstýrðum göngudeildum og þar má nefna til dæmis fyrir sjúklinga með langvinnan lungnasjúkdóma og sykursýki hér á Íslandi og ég held að við getum alveg tekið þær göngudeildir okkur til fyrirmyndar líka, að þær hafa unnið rosalega flott starf. Já. Takk fyrir. Mjög
spennandi og framtíðin björt. Eitthvað spurningar hérna úr sal? Það stór hópur sem að sækja göngu með þessum með skorpulífur? Sem erum með skorpulífur. Sko, þá erum við með hópurinn sem er að bæði annarkvort bara leita til læknis eða til læknis og hjúkrunarfræðings og jafnvel næringafræðings. Það voru fyrir árið 2024 voru 214 manns sem komu á göngudeildina. Einhver pæling að þessir einstaklingar myndi þá frekar leita að þessa hjúkrunarstýrðu göngudeild heldur en til dæmis eins og slys? Það væri þannig eftirlit þannig að Já, og við erum með hóp sem við erum með þannig að við reynum að grípa þau frekar. Að þau komi hringi í okkur, að þau hafi aðgengi að okkur. Stundum er náttúrulega erfitt að eiga við það, en við reynum að þá myndum við vilja að þau myndu hringja í okkur og við reynum að fylgjast vel með þeim. En ætlið þið að gefa út eins og eitthvað fræðsluefni fyrir þennan hóp? Nú veit ég að það var verið að gefa út bara í fyrra mjög góða leiðbeiningar næringu. Já. Og föstu til dæmis fyrir þessa sjúklinga. Já. Já. Er eitthvað pæling að auglýsa það bara betur? Já, við þyrftum að gera það sko, við þyrftum að gera meira fræðsluefni að mínu mati og líka að styrkja göngudeildina og ná betur utan þennan hóp af því að það er náttúrulega búið að vera að vinna að þessu held ég síðan Anna Soffía byrjaði eitthvað 2012 ef ég man það rétt eða 2014 og hefur verið að fylgja eftir þessum hópi en það er kannski svolítið erfitt fyrir eina manneskju að vera að vinna í þessu. Þannig að það þarf kannski bara aðeins að spýta í lóana með þennan hóp og vinna að meiri svona gæðaskjölum og fræðsluefni, svona markvissari fræðsluefni fyrir þennan hóp líka, bæði fyrir sjúklingarna sjálfa og fyrir bara starfsfólk og svona auka þekkingu á þessum sjúkdómi. Þetta líka kannski mjög eitthvað vaxandi, í fyrr með maður heyrir svo miklu umræðu með til dæmis aukna áfengisdrykkjum með aldraðara og slíkt. Já, þetta er hröð aukning á greiningum skorpulifur á Íslandi og þannig að það þarf aðeins að taka utan þennan hóp. Það sem hefur kannski er aðal svona vandamáli við að þessi sjúkdómur lendir svolítið í skugganum af áfengisnotkun og það er mikið alltaf talað um áfengisnotkun en ekki sjúkdóminn sjálfan þannig að maður myndi vilja að það væri aðeins horft á sjúkdóminn, ekki bara áfengisnotkunina af því að það er svo annað vandamál sem gerir þetta allt saman erfiðara þegar fólk á við áfengisvanda að stríða. Að þá komnir tveir mjög erfiðir sjúkdómar að eiga við. Takk fyrir þetta, þetta er mjög áhugavert og örugglega mjög áhugavert. En hvernig finnum við sjúklingana? Hvernig finnum við það? Við bara, það er náttúrulega sko að því fólk yfirleitt að greinast eða leggst inn út af fylgikvillum. Það kemur yfirleitt ekki í ljós fyrir að fólk komið fylgikvilla að greinast og það eru þá aðalega bara læknarnir sem eru að biðja okkur að taka fólk í eftirlit og það hefur verið að aukast af því maður fer ekki bara út á götu og viltu ekki kíkja eins með okkur. Þannig að beiðin þið fáið ábendingar sjúklinga frá meltingardeildinni? Já, meltingardeildinni, meltingarlæknunum og oft sérstaklega þegar fólk inniliggjandi þá hefur verið beðið að við tökum fólk til okkar í eftirlit, eftirlegu. Hafið þið fengið ábendingar frá bráðamóttökunni? Ekki frá bráðamóttökunni, nei. Það beðið að það senda ykkur sjúklingar? Já, nei, það er 12 og meltingarlæknir. Ég held að sé líka bara það að við þurfum alltaf kannski aðeins að svona spread the word. En ein spurningi viðbót er talið að þá með því að vera með þessa kerfisbundnu skimun og þetta að þeir nái þá mögulega að annarkvort að greina mjög snemma þessi fylgikvilla eða jafnvel fyrirbyggja eins og þessi ensefalopatíu og þetta. Já, og við höfum verið með fólki sem er hjá okkur að kemur reglulega, þá erum við alltaf að fylgjast með lifrarheilakvilla, við erum að gefa leiðbeiningar
hvernig á að bregðast við bara strax og þau finna fyrir breytingum. En fólk náttúrulega sér ofta ekki sjálft og það kannski svolítið erfitt með einstæðingana að það sér ekki hvenar að það fyrir að hægja á hugsuninni og fyrir að hægja á hreyfingunni. En þá höfum við gefið samt leiðbeiningar hvernig þau að bregðast við og hafa sambandi við okkur líka. Og aðstandendur. Já, og aðstandendur og það er svo annar vandamál að margir, að því það er svo mikli fordómar að fólki kannski ekki að deila þessu með aðstandendum sínum, vilja ekki segja þeim að þau hafi verið að greinast með skorpulifur, vilja ekki tala áfengisnotkunina sín og taka þess vegna ekki aðstandendur með, en ég myndi vilja sjá fleiri aðstandendur af því það þarf að hafa svona heildrænni meðferð og hafa aðstandendur með í eftirlitinu. Og það er sem annað sem að þyrfti að rannsaka, það er aðstandendur sjúklinga með skorpulifur, hvernig þeir takast á við þetta og hvernig þeir upplifa þetta, af því þetta er í rauninni sjúkdómur sem að leggst á heilu fjölskyldunni. Herri, takk kærlega fyrir þetta. Þá er næst á dagskrá engin önnur en Maríam Klinku sem ætlar að tala erindi sem mér mjög nærri og það er mikilvæg kyngingarskimunar. Takk. Ég er búin að sækja gleraugun mín sem ég gleymdi upphálega en það er auðvitað bara forsendu þess að ég get gert bara eitthvað. Ég ætla að tala kyngingarskimun og það er auðvitað bara forréttindi vegna þess að við kannumst nú öllum við það að svelgjast á. Við höfum allir reynt það, höfum ákveðin bara skilning á hvað það er að segja ekki að geta kyngt matinn. Við höfum kannski ekki allir verið með lifrarbilun eða eitthvað slíkt og getum sett okkur inn í það. En við ættum eiginlega að hafa svona ágæti skilning á hvað er að gerast hjá okkar fólki þegar þau getur ekki kyngt. En ég ætla að biðja ykkur bara að reyna að kyngja tvisvar sinnum og bara reyna að virkilega finna fyrir hvað er að gerast, bara svona viljandi, bara virkilega kyngja. Það er pínu óþægilegt að það ekki bara leið og við bara reynum að kyngja meðvitað vegna þess að þetta ferli sem við yfirleitt geirum ómeðvitað þó að við séum alveg frisk núna og erum að kyngja meðvitað þá er það ennþá óþægilegt. Vegna þess að það er svona eitthvað sem við geirum sem eiginlega alltaf á að vera í bakgrunnin. En hvað er svo kyngingaerfiðleika? Glærurnar er greinilega ekki alveg á fullu display en þið sjáu þessu fína gíraffi sem er í mikillu uppáhaldi hjá mér. En kyngingaerfiðleika vísa til erfiðleika með því að fá matinn frá munnin og alveg niður í magan. Og svo getur verið einhver flækju, einhver staður sem gera að þetta ferli bara gengur ekki upp. Svo bara smá svona staðreyndur kyngingu og það er þannig að bara svona heilbrigða einstaklinga eins og við framleiðum 0,5 til 1,5 lítur á munnvatn á dag og við þurfum að kyngja það. Við kyngjum milli 700 til 1000 sinnum á dag alveg upp í 3000 sinnum. Við kyngjum 1 sinni til 2 sinnum á mínútu bara þegar við erum að sitja hér og ekki er að borða. Þegar við borðum þá kyngjum við miklu meira og þetta er bara þegar við erum að borða þá fer kyngingin alveg á stað. Þegar við erum að sofa hins vegar þá lækka kyngingin töluvert. Kynging er ótrúlega flókið ferli sem krefst bara samhæfinga marga vöðva. Maður er að tala 26 vöðvapör í andlitið og 6 heila tauga er involverað í kyngingaferlið bara þegar allt gengur vel og þegar við ekki erum að reyna á okkur. Ef við erum að reyna róslega mikið á okkur, byrja að nota öxlina og ýmislegt til að ná matinn niður, þá erum við að involvera fleira heilatauga. Og við erum með 12 heilataugur så það er yfir helmingin sem er involverað. Svo kynging er bara eitthvað sem er róslega félagslegt fyrirbæri líka.
vegna þess að við erum að kyngja þegar við erum að busta tennur, drekka kaffi, hitta annað fólk og leið og þetta ferli ekki gengur upp. Það getur verið erfitt fyrir okkur að tala og gera hlutir eins og að borða á sama tíma og þetta hefur óslega mikla bara félagslega afleiðinga. En helstu aðstæða kyngingaerfiðleika sem við sjáum á okkar skjólstæðinga inn á spítala, það er svona 30% af okkar skjólstæðinga á spítala yfir heildina litið sem með kyngingaerfiðleika. En ef við förum inn á taugalækningadeild til dæmis, þá er þetta hlutfall búin að hækka upp í 80–85%. Þá erum við eiginlega per default að gera ráð fyrir að fólk með kyngingaerfiðleika áður en við erum búin að sanna að þau það ekki. Og við eigum eiginlega nálgast okkar skjólstæðinga þannig vegna þess að það ýmislegt sem gera að kyngingin truflast, það lyfjameðferð, það skaða í heilanum, það gæti verið öndunarfæra sjúkdómur sem fer að þvælast aðeins fyrir kyngingin, krabbamein, aðgerðir, slæfandi lyfjum, svæfingu þegar fólk hefur verið intuberað eftir extuberingu, þá fer kyngingaerfiðleika upp í 75% fyrstu sólarhringinn. Svo það bara inn á spítala, þá þurfum við alltaf að skíma fyrir kyngingaerfiðleika. Heilabilun, kyngingaerfiðleika og svo megum við ekki gleyma að fólk sem með andlega sálræn vandamál að slíka aðstæðu getur líka haft neikvæð áhrif á kyngingu og við þurfum að passa okkur hvernig við erum að nálgast svona skjólstæðinga. Annað sem við þurfum að spá í það stöðuna vegna þess að jafnvel þó að ég ekki sé með kyngingaerfiðleika leið og ég leggst niður og reyna að borða samlóku og kyngja það, þá mun ég vera með kyngingaerfiðleika vegna þess að það bara Newton ekki að vinna með mér til að ná matinn niður. Svo stöðan sem við erum að borða í hefur mikið að segja. Þetta bara svona yfirsýn yfir bara heilataugana sem við erum að nóta undir kyngingu og bara til að sýna ykkur hvað það eiginlega mikið samhæfingu og flókið kerfi sem að fara á stað. En við erum svona gróflega að skipta kyngingu upp í 3 meginstig og það munnstig, kókstig og vélindastig. Og ef við förum aðeins í munnstigið þá það sem sérkennið það að meðhandla mat í munnin, það að það viljastýrð. Við erum að tyggja viljandi eða spýta matinn út kannski viljandi. Það okkar getur til að lóka varir, blanda munnvatn með matinn og bara forma þessu tökku sem þeim eftir að kyngja seinna. Og við nótum tungan hér til að færa matinn á móti kókið. En þegar við erum að skoða kyngingaerfiðleika á munnstigi, þá það erfiðleika við að mynda þessu tökku. Við munum sjá að fæðin byrja að leka út á munninum og kannski fer matinn jafnvel út nefið stundum hjá fólki vegna þess að það fer bara ekki í rétta áttina. Og það bara þessu skerta geta til að meðhandla fæðin inni í munnin. Og það sem við oft geirum hér, það kannski að mýkra matinn aðeins fyrir fólk og hjálpa þeim til að það ekki verða svo mikið bara verk að koma bara matinn aftur í kóki. Svo förum við á kókstigið og þá erum við komin bara niður og þá höfum við ekki stjórn á það sem að geirast. Þá ýmsar reflexu sem fer á stað og þetta geirast bara sjálfkrafa undir venjulegum kringumstöðum. En þegar maður með kyngingaerfiðleika, þá ýmislegt sem getur þvælst fyrir og til dæmis ef maður með mismunandi áferð á matinn, þá verða þessu skilaboð sem við fáum til taugakerfið enn flóknara. Svo stundum að hægt að einfalda það sem taugakerfið þarf að eiga við með því bara að vera með einn áferð á matinn. En hér hér þurfum líkamann eiginlega að verja loftveginn. Það sem að geirast á kókstigi. Og við viljum ekki að matinn einhver veginn fer að siglast fyrir neðan raddböndin vegna þess að þá erum við að aspirera eða fá matinn ofan í lungun.
Svo dæmi erfiðleika sem við sjáum svona klínisk hjá fólki sem með kengingaerfiðleika á kókstigi. Það til dæmis kvartinu að matinn bara fastur í hálsinum. Fólk kyngir aftur og bara eins og matinn kemst ekki niður. Við sjáum stundum það sem heitir swan dive, bara eins og þau kannast við kannski eitthvað fast, þess að höfuð fer svona, maður bara að reyna að hjálpa bara með að nuta bara matinn niður þannig að séð og fólk að ræskja sig og ef við erum að biðja fólk að tala, til dæmis eftir þau eru búin að fá vatn eða eitthvað slíkt, þá heyra maður vatnið eiginlega bara standa á raddbundin og bara svona guglandi rött, eitthvað svona blaut rött. Svo þess vegna þegar við erum að skima fyrir kengingaerfiðleika, þá erum við alltaf að biðja fólk að segja, hvernig gekk það? Það gekk vel, það ekki bara vegna þess að við ætlum að tala við fólk, það til að gá hvort það stendur eitthvað eftir á raddbundin sem ekki nær alveg niður. Svo hefum við vélindastig og þá matinn komin bara öruggan leið hingað en festast kannski vegna þess að bylgjuhreyfingarna í vélinda fungera ekki alveg eða það einhver fyrirferð í vélindi sem gera að matinn stöðvast. Þannig að þá getur fólk oft kvartað brjóstsviða. Svo ef við erum með fólk sem aldrei bara fer að kvarta brjóstsviða, þá gæti það verið kengingaerfiðleika á vélindastigi. Andþengsli annað vandamál sem við sjáum þar og það tekur bara miklu lengra tíma fyrir matinn að ná öruggan leið niður. Og það mjög mikilvægt að matinn nær alveg niður í maga, áður en við látum sjúklingana hvíla sig eftir hádegismatinn, svo þess vegna mælt með að sjúklingar situr uppi halvan klukkutíma eftir matmálstíminn líka. Þetta bara til að sýna snöggva svona eðlilega kenging. Það sem við viljum að matinn fer niður hér, en ekki fer að þvælast hér niður í loftveginn. Og maður beygja höfuð lítilega fram við þegar maður að borða til að opna fyrir vélinda, en þegar maður fer með hálsinn tilbaka þá opnast fyrir loftveginn. Og ég ætla bara að reyna, myndbandu fungera ekki. Ég með fín myndbönd til að sýna ykkur Jú, já, þetta eðlilega kenging. Svona. Og það gengur svona hratt fyrir sig. En trufluð kenging, það til dæmis ef það senkun á kenginguna eða veik kenging eða skorta samhæfingu í ferlinu. Og hérna sjáum við dæmi óeðlileg kenging og þau sjáum alveg þarna það ekki bara að spýtast alveg niður eins og við sjáum. Það kemur samt svona nánast bara, það kemur svona á mestu leyti bara niður í vélinda en þetta brotakennd ferli. Klínisk einkenni sem við sjáum við kengingatreðu, það auðvitað hósti og fólk að svona reyna að losna við matinn og eitthvað slíkt. Matinn safnast fyrir í munnin og stundum ef fólk með kengingaerfiðleika og ekki með rétta varnarkerfið í líkamannum, þá getur það verið það sem heitir silent ásvelgingu, það sem þessu varnarviðbrögð bara ekki fungera. Og þá fólk að fá matinn ofan í lungum án þess að hósta. Það að hósta ekki mælikvarða fyrir hvort að fólk sé með kengingaerfiðleika eða ekki. Ef við grunum kengingaerfiðleika, þó að fólk virðist kengja, þá verðum við að ná í talmeinafræðing. Eitt sem við gerum líka vegna þess að fólk finnst oft bara maður séð að barkakýlið lyftast, já hann að kengja. En ef þið reynið að leggja 2 putta á barkakýlið, bara reynið að kengja. Þá finnið þið barkakýlið lyftist upp og niður, en líka fram. Og leið og það lyftist fram, ef maður getur sagt það, en þá að lokast fyrir öndunarveginn. Svo það ekki nóg að það bara skullast upp og niður, það þarf að fara fram líka. Svo fylgikvilla kengingaerfiðleika mjög svæsin og það leiðir til ásvelgingarlungnabólgu og í verstu tilfellum bara dauða ef fólk svelgist bara alvarlega á. Og þá hefur það líka sálfræðislega og menningarlega áhrif
og lengra sjúkrahúslegu og það má telja bara fullt á vondum fylgikvillum. En það borgar sig á miklu leyti fyrir okkur að fylgjast vel með kyngingu. Ásvelging, eins og ég sagði, það bara leið að matinn fer undir rattbundin og ég ætla bara að sýna ykkur hvernig það líta út hér. Ætla að reyna allavega. Og þau sjáðu alveg það spýtist það niður í lungum. Klínisk mikilvægi kyngingaerfiðleika ekki hægt að tala of mikið Þetta class 1A evidence að bara tryggja það að fólk kyngir matinn sem við erum að gefa þeim. Ef fólk eru fastandi út á kyngingaerfiðleika þá þýða ekki neitt að þau fær lyfin sín með eplamauki, miljað eða eitthvað slíkt. Maður hefur því miður stundum lesið fastandi munn en fékk lyfin sín með eplamauk. Það bara ekki í lagi. Við getum sparað ótrúlega mikið sásauki, penning og legudaga með því að gefa þetta nægilega mikið gaum. Það sem við erum að gera það að við erum að skima sjúklingin. Talmeinafræðingarna eru að meta sjúklingin. Svo með skimun þá erum við að reyna að bera kennsl á þessu einkenni sem benda til kyngingatræða hjá einstaklingarna. Og við erum að finna einstaklingarna sem eru í áhættu en talmeinafræðingarna eru að meta hvers konar vandamál í gangi. Svo við köllum alltaf eftir talmeinafræðingarna til að fá svona ítarlega mat og þau getur jafnvel bara senda sjúklingin í frekara rannsóknir eins og við notum mjög mikið hér á Landspítali. Grunnþættir í kyngingaskimun það fyrst að meta hvort að það yfir höfuð viðeigandi að gefa fólk að borða munn. Til dæmis ef hann ekki getur haldið sér vakandi þá eigum við ekki að reyna að tróða matinn og töflurnu í honum. Fólk eiga að geta haldið sér vakandi í lágmark 15 mínútur. Við þurfum að skima fyrir þætti sem getur bent til kyngingatregða eins og til dæmis ef fólk með sýnilega lömun í andliti eða eitthvað slíkt. Þá vitum við að það gæti verið auka hættu á kyngingatregðu. Við erum að gera vatnspróf, fyrst með bara 1 sopa af vatni, seinna bara með það bil svona hálft glas af vatni. Og svo fylgjumst við með líka þegar sjúklingin borða fyrsta máltíðina. Við segjum ekki bara allt í lagi og svo hendum við bara sjúklingin út og svo þá hann alveg sjálfbjarga. Við verðum að fylgjast með hann aðeins bara á deild. Ef eitthvað gengur úrskeiðis í kyngingaskimun, þá stöðum við skimunin strax og köllum eftir talmeinafræðing og höldum sjúklingin fastandi munn. Þegar við höldum sjúklingin fastandi munn þá þýðir það ekki að hann ekki á að fá næring. Þá verðum við bara að finna annan næringaleið og annan lyfjagjafaleið. Þetta þessu blað sem við höfum verið að nota í mörg ár inn á taugalækningadeild fyrir skimun við kyngingatregðu og sem talmeinafræðinga og hjúkrunarfræðinga og næringafræðinga hefur unnið saman. Og við erum núna í dag að reyna að fá þetta inn í söguna, lóksins eftir marga ára baráttu og það alveg að smetla. Ég var að vonast til að það væri hægt bara að opna það að sýna ykkur bara lókaintakið í gær en við fundum bara eitt atriði í gær sem þurfti að laga áður en það fer eða í fyrradag áður en það fer alveg bara út. En allavega þetta verða tengt undir lífsmörk og mælinga og að hægt að fá yfirsýn yfir í heilsugáttuna þegar það birtast. Og það búin að setja kyngingaskimunin upp þannig að hún dugar fyrir allir deildir. En til dæmis á taugalækningadeildin þá væri það gott að fá það á skjáborðið en það þarf kannski ekki endilega á öllum deildum þar sem ekki eins hátíðni á kyngingaerfiðleikum. Og þetta bara svona myndir sem ég tók frá Teams-fundin okkar með bara hvernig það lítur út, það bara hakað í og svo maður leiti í gegnum þessu kyngingaskimunarpróf. Og við þurfum líka bara að íhuga hvort að það viðeigandi að gera skimunin yfir höfuð eða hvort við bara að segja nei takk. Og þegar við gerum skimunin þarf sjúklingin að vera vel upprættur og það þýðir að hann þarf að geta setið uppi sitjandi og helst með svona 90 gráða beygu á mjöðminni.
Hann tekur 1 sópi af vatni og við erum að fylgjast með þessu atriði og eins og ég segja, hann er að setja upp alveg uppi sitjandi og við erum ekki með hann halv liggjandi, hvorki þegar hann fær að borða eða þegar við erum að gera kynkingaskímun. Og fær hann vatn og þetta gengur vel hér og hérna getum við bara skoða bara típist. Við viljum það ekki, þá erum við ekki að reyna áfram. Og svo heldur maður áfram, gera nákvæmlega það saman með hálfglas af vatn, fylgjast með fyrstu máltíðina og vísa til talmeinafræðings ef þörf á og þurfum að skrá það sem við erum að gera. Með mötunin, þá er það mikilvægast bara að við munum að munnhreinsa fólk eftir þau eru búin að borða, áður en þau eru búin að borða, ef þau eru að geyma mat í munnin. Ef hann er búin að borða vel og hann er búin að setja vel upprættur og við hendum hann upp í rúm án þess að hreinsa munnin og hann er búin að geyma mat, kannski í lamaðu kinnin, þá getur matinn bara færðist aftur í hálsinn og það er ekki skemmtilegt. Við erum að vonast til að geta gert svona gæða eftirlit og erum búin að skilgreina nokkra gæðavísa sem hægt er að taka út með þessu nýja mæling sem við erum búin að gera. Og við viljum bara samkvæmt bara alþjóðlega leiðbeiningar þá eigum við að skima bara allir sjúklingar sem kemur inn allavega á taugalækningadeildin fyrir kyngingaerfiðleika. Og svo verðum við að muna bara að fólk sem er með kyngingaerfiðleika, þetta er mjög mikið skerðing og við verðum að reyna að skapa eins góða bara reynslu fyrir þeim á matmálstímum þó að þau séu með kyngingaerfiðleika. Og svo er ég búin. Fyrir bara ítrekka mikilvæg þess að finna aðra leið fyrir til dæmis lyf af því að það er svo mikilvægt sérstaklega hjá taugasjúklingum að þau fái þá Parkinsonlyfin sín eða flogalyfin sín eða myasthenia gravis-lyfin sín þannig að ástandið þeirra hraki ekki bara og þá er bara lítið mál að skella niður nefsondu til þess að tryggja örugga lyfjagjafaleið. En er einhverjar spurningar úr sal? Lætur okkur vita þegar þetta skimunarblað kemur, þetta er mjög flott. Einmitt, og eftir að reyna að involvera eins mikið á fólki og hægt er vegna þess að okkur langar að gera point prevalence líka þannig að við getum skoða til að bara innleitt það aðeins spennt fólk á það til. Gert bara tekið út á öllum sjúklingum, bara er að nota blaðið og svo keyra bara meira svona hnýtmiðað innleiðing og svo bara fylgjast með hvernig það er að þróast eins og aðra gæðavísa eins og bildumatið og þess aftan. Virkar mjög þægilegt. Já, þá erum við líka með bækling sem er að koma út ég glemdi að segja það, fyrir sjúklinga aðstandendur með góð ráð og hún er bara í yfirlestur núna Fyrir ákveðna sjúklingahópa er þetta bara alveg jafn mikilvægt eins og að meta þrýstingsáraskimun eða byltuhættu eitthvað slíkt, af því það er fjöldi sjúklinga á ári hverju sem að deyr innan Landspítalans út af kyngingatruflun, af því það er svolgingalúnabólgu eða eitthvað slíkt. Það er eiginlega mikilvægasta breytan hjá okkur á taugalækningadeildin, það er ekki byldumat eða óráð eða neitt slíkt, það er einfaldlega bara kyngingaskimunin. Og það þarf að skilgreina auðvitað hvaða deildir sem á að innleiða það alveg á fullu og það skipta kannski ekki jafn miklu máli ef maður er búin að fara í CAPG eða eitthvað slíkt nema ef maður fær stroke í aðgerðinu. Maður sér þetta ítrekka á mörgum deildum að fólk er bara hálf út af liggjandi upp í rúmi með matabakkan, sem er náttúrulega hræðilegt hjá hrumum öldruðum einstaklingum. Þannig að já. En bara frábært og mjög spennandi og takk kærlega fyrir. En þá er bara að gera að við erum meira sér bara aðeins á undan, við erum nokkur mínútum seint, það er alltaf leið. En við skulum bara fá okkur smá kaffisopa núna. Takk. Fyrirgefðu. Það er ég sem er aðeins á undan sjálfur mér. Já, afsakið þetta. Herði, það er auðvitað Sigríður Lóa sem ætlar að fjalla endurhæfingu á legudeildum. Þannig gott að Magali heldur mér
Já, komið sæl. Sigríður Lóa heiti ég og ég er hjúkrunarfræðingur á bráðaöldrunarlæknadeild B4 á Borgarspítala, Landspítala í Fossvogi. Ég er búin að starfa þar ansi lengi, ég er búin að vera síðan 2000. Skrapp frá í 16 ár en var alltaf viðlóðandi deildina aðra hverja helgi, gat ekki slitið mig frá henni og ég er búin að vera núna í tæp 5 ár í fullu starfi. Hvernig? Bara hérna. Já. Ég ætla að ræða við ykkur hérna endurhæfingu, semst meðferð á bráðadeild og tilgangurinn er að koma náttúrulega fólki fyrr á fætur, byrja strax leið á bráðveikindi eru gengin yfir og það er líka að flýta fyrir bata og svo náttúrulega stytta legutíma sem er mikið issue núna á spítalanum að reyna að koma fólki sem fyrst heim. Og það er náttúrulega líka að viðhalda reisn og sjálfstæði einstaklingsins og að sjúklingurinn sjálfur og ættingjar séu meðvitaðir það, við erum að reyna að koma fólki sem fyrst heim og bara í sína búsetu og minnka líka líkur á fylgikvillum hreyfingarleysis og allt þetta er sama markmiði að flýta fyrir útskrift. Og undirbúningur fyrir meðferðarland, hún hófst í byrjun árs 2024. Berglind Ósk, gæðastjóri, hún hóaði saman hóp og þetta hafði ekki verið innleitt á B4 en verið innleitt á einhverjum öðrum deildum. Þannig að ég tók að mér að taka þátt í þessu og innleiða þetta á mína deild og innleiðingin hófst í apríl og áður en ég fann að innleiddi þetta þá kynnti ég að kynna verklagið fyrir öllu starfsfólki deildarinnar á innleiðingin hófst. Því ég nefndi ekki að hlusta á þetta, hvað er þetta, ég hef aldrei séð þetta, ég veit ekki út af hvað þetta gengur. Þannig að ég kynnti þetta bara eftir á stöðumati að þá kynnti ég þetta nokkuð skipti, var bara með krossa allt starfsfólk, þannig að þetta fór ekki að stað en allir voru búin að sjá þetta og vita út af hvað þetta gengur. Og þannig að það áttu allar starfsstéttir að vera með sitt hlutverk á hreinu. Og hver gerir hvað? Á teymisfundi eða streymi þá er tekin ákvörðun að hefja þetta verklag, endurhæfingarmeðferðardeild og læknar, þeir breyta fyrirmælum lífsmarkamælingar og ákveða hvaða dögum þeir hitta sjúkling, hjúkrunarfræðingarnir, þeir breyta þá flokkun AMD á skjáborði í eða endurhæfingu. Og það sem mikilvægast er náttúrulega það er að útskýra fyrir sjúklingnum út af hvað þetta gengur og afhenda honum fræðslublað og fræða líka aðstandendur. Og fylgja síðan eftir virkisskráni ásamt sjúkraliðum og hvetja sjúklinginn til að fylgja henni og merkja sjálfur inn á hana. Þetta er fræðslublaðið, þið getum nú lítið lesið, það er svolítið óskýrt en við sem við afhendum og förum yfir með sjúklingnum og hann er þá með þetta sem getum rifið þetta upp með honum. Og þetta er þessi virknisgrá sem við hengjum hjá sjúklingum, það er reyndar hún kemur ekki í lit. En þetta eru svona 4 þættir, það er þegar það er farið á salernið, þarf hann aðstoð 2, þá er efsta línan hún rauð, þannig að og síðan er næsta lína gul, þá þarf hann aðstoð 1 og svo er neðsta línan í hólfinu, hún er græn, þá er hún sjálfbjarga. Og þetta er líka við hvort hann getur klætt sig, hvort hann getur farið sjálfur í stól eða hvort þau þurfa aðstoð og svo með gönguferðirnar. Þannig að og sjúkraþjálfarnir þeir hitta sjúkling og fara yfir virknisskrána með honum og setja raunhæf áætlun og markmið. Sjúkraliðarnir þeir fylgja eftir og skráa virknisskrána og efla sjálfbjargargetuna og ekki gera fyrir sjúkling það sem hann getur sjálfur. Og þetta er ofta sem maður þarf að leggja rosalega mikla áherslu á og maður sjálfur lendir í þessu. Maður er farin að gera eitthvað fyrir sjúklingin, hann getur gert þetta sjálfur. Og svo margir sem að hugsa, hann baði mér svo fallega þetta eitthvað svona. Já, þú ert bara vond við sjúklingin að gera þetta því að hann kemst hann síður heim. Við þurfum að vera, við erum ekki góðar við að gera eitthvað sem hann þarf að gera. Og sem dæmi þetta þá kom starfsmaður til mín og hafði verið með ákveðin sjúkling deginum áður og
svo var komin virkniskrá, þá kom þess að Lóa, þessi virkniskrá bara algjör töfratæki. Nú, ég var með hennar sjúklingi í gær og ég gerði allt, hann gerir bara allt sjálfur í dag. Ég bara annars já, heldur þessi virkniskrána að kenna eða þetta, eða kannski bara hugsunarhættinum. Þú veist, að láta fólki gera hlutina sjálft. Og ritararnir, þeir hengja upp virkniskrána inni hjá sjúklingi, hérna koma litinni fram. Rautt efst, þannig að svo færist þetta, reynum að fá þetta allt niður á græna. Og taka mynd af virkniskráni síðan að ritarinn á mánudagsmorgnum og setja sig viðhengin í söguna. Þannig að maður getur séð þetta svona viku eftir viku, hvernig þetta að þróast. Og það náttúrulega vil ég sjá þetta, fólk sér fyrst að rauðu eða gulu og svo endir það í grænu. Svo þetta endurhæfingaráætlun líka sem við sett, sem farið yfir, og þetta alltaf sem líka á fræðslublaðinu, þetta markvissari. Það einstakar sjúklingar sem þola ekki að þetta sé hengt líka upp. Því að þá fer allt í svo mikið stress og vitleysu, þannig að við gerum þetta bara svona eftir hvað hver og einn þolir. Ávinningurinn, hann náttúrulega auka hreyfingu á sjúklingnum og meta þá sem sagt árangurinn metin á markvissari hátt og hægt að bera það saman milli vikna. Sjúklingurinn meðvitaðri og maður þarf oft að setja, fólk svo mismunandi, maður þarf svo ofta að setja bara með hann markmið og ofta allir með þess upplýsingatöflu fyrir framann og setja hvað, ef ekki reyna það að þú farir í göngu 3 á morgunvaktinni og 3 á kvöldvaktinni og krossa svo við. Og sumir eru voða kassfullur, jú, reynum þetta, menn aðeins segir, nei, þetta allt of mikið. Og þannig að maður þarf svona svolítið að semja við sjúklinginn. Og eins líka með ættingjar, að hvað sjáum við oft þegar ættingjar koma í heimsókn, raða sig kringur rúm sjúklings og sjúklingur liggur bara í rúminu. Þetta maður sem í endurhæfingu, ég segi bara stundu, þetta bara ekki boðið. Þetta að fara með fólkið á göngu, fara með fram í setustofu, fram í skála og svo þetta fína kaffihús hérna fyrstu hæðinni sem getur farið með á. Og bara fólk kannski átta sig ekki alveg á þessu. Megum við það? Megum við fara með hann? Ég sagði, já, að sjálfsögðu, við erum að þjálfa hann í að komast heim. Þannig og þetta flýtir náttúrulega klárlega fyrir útskriftum eða frekari ákvörðunum framhaldið. Ef við sjáum það að fólk byrjar á þessu og kannski 3-4 vikur, það gerist ekki neitt. Þá vitum við að við erum ekki að endurhafa þennan sjúkling heim og þá þetta líka stuðningur fyrir þegar við gerum farna heilsumatsblaði. Að endurhæfing í 4 vikur, ekkert gengið. Og eða þá, ef endurhæfingun gengur svona hægt, að þá vitum við, ok, við gefum hann séns, reynum að hann fara að Landakoti eða fara í Eyri eða fara eitthvað frekar endurhæfingu eða þá bara kannski gengur endurhæfingu svo vel, hann bara getur farið heim eftir nokkra daga. Einstaka sinnum gerist það. En síðan eru áskoranir sem ég ætla aðeins að ræða við. Það náttúrulega það að halda starfsfólkinu við efnið. Ítreka það. Fylla út virkniskrána og fylgja eftir því sem búið að setja upp fyrir sjúklingin. Og það að minna starfsfólki á að efla sjálfsbjargargetu sjúklings, ekki gera fyrir hann það sem hann getur sjálfur, þótt að taki miklu styttri tíma. Við erum svo ofta að flýta okkur og ég stend mig alveg að því sjálf. Hef svo lítinn tíma ég þarf að flýta mér, þá ég bara, það ekki það sem í. Maður þarf stundum aðeins bara að hugsa annað. Og síðan það að breyta verklagi á vöktum. Morgunvaktirnar eru mjög busy yfirleitt. Þá erum við þá eru stofugangur, teymisfundir og allt þetta. Við erum að útskrifa fólkið, við tökum á móti, við erum að reyna að taka á móti fólki núna sem fyrst upp á deildar og það yfirleitt mjög fljótur að líða. Kvöldvaktirnar, það einu svo sé svolítið annar svona ryþmi á þeim. Svona sem og ég held að til dæmis við getum sett ýmislegt meira á kvöldvaktirnar heldur en núna. Bara af hverju þurfum við að baða alltaf alla morgunvöktunum. Og það svona þegar fólk bara á kvöldvöktum að það svona eins og fari einhvern annan ryþma. Hafi ekki verið varað við það. Og að biðja kannski suma á kvöldvakt að baða ykkur, ég geti alveg speðin að fara út og skjóta sig, ég fæði sama bara viðmóti. Nei, við erum ekki að fara breyta neinu lofa mín, það bara á morgunvöktunum sem baða og eitthvað svona. Og ég tek mest morgunvaktir
einstaka sinnum að þá tek ég kvöldvaktir og mér mjög minnistætt fyrir nokkrum mánuðum síðan, þá tók ég kvöldvakt og átti að vera með ákveðnum starfsmanni og hann segir bara strax við mig, Lóa mín, við höfum þetta bara lágstemmd á kvöldvaktunum, þá erum við ekkert eins mikið inni á sjúklingunum á morgunvaktunum. Við sitjum bara svolítið og höfum það svona rólegt. Ég horfði, hann hefði alveg eins getað slegið mig utanundir. Ég hugsa bara, já, ok, það er ekki þegar ég er í vinnunni. Við sinnum fólkinu jafnvel á kvöldvaktunum og við gerum á morgunvaktunum. Og þetta er sönn saga. Ég var svo hissa. Og þannig að það maður hugsa maður svona aðeins hvað, það er þessi rytmi. Og bara líka ítreka það að mikilvæg þáttur í hjúkrun einstaklinga á bráðadeild er endurhæfing. Það er eins og að þurfi alltaf sjúkraþjálfara í endurhæfa. Þegar aldraðir mikilvægasta er að hjálpa þeim úr rúmunum, að láta þau geta farið fram úr rúmunum, að labba með þeim, láta það setjast í stól og standa upp, styrkja vöðvana sem þau þurfa til að komast heim, standa upp á klósettinu, standa upp úr stól. Og þetta er bara stór þáttur í hjúkrun. Mér er mjög líka minnistætt, það er svona 2 mánuðir síðan að það kom til okkur maður frá annarri deild, bráðadeild á spítalanum. Og hann kom að því að hann þurfti svona öldrunarmat, læknis, átti að reyna til þess að það er oft líka það sem er sett í færni heilsumat, þegar fá ekki færni heilsumat, vantar heildrætt öldrunarmat. Þannig hann kom til okkar, hann búinn að vera í nokkra daga, þá segir dóttir hans, Lóa, þetta er bara allt annað á þessari deild. Pabbi fekk bara sjúkraþjálfun, einu sinni á dag, í hálftíma, en núna er það búið að bjóða honum í göngur og þetta var aldrei gert. Og ég var að hugsa bara, hvernig getur það verið? Og svo er annað. Honum líður svo miklu betra að því að þá er hann svo ofta ávarpaður með nafni. Ég sagði, hvað meinarðu? Já, hann heyrði aldrei nafni sitt. Þetta var mjög skrítið. Og ég bara ætlaði ekki að trúa þessu og ég sagði, já, komið þið inn og segi, jæja Jón minn, hvað segirðu gott í dag og eitthvað svona. Þú veist, ég stoppaði svo svolítið við þetta. Þú veist, erum við mér finnst hjúkrun svolítið vera að fara aftur á við. Ég verð bara að segja það. Því megi skjóta mig í hliðinu. En það er eitthvað sem er að gerast og ég nú útskrifaðist í 89, alin þar upp á hjartadeild og átti mína fyrirmyndir þar. Ég man ennþá hverju voru fyrirmyndir minni í hjúkrun. Ég var sem sjúkraliði og vann með skólanum sem sjúkraliði og ég man bara eftir ég dáðist að þeim, það voru bara dyrlingar. Ég sagði, vá, svona hjúka ætla ég að vera. Þetta hjúka sem kom svo rosalega bara, voru bara frábærar og ég bara man ennþá eftir þeim í dag. Og þú veist, okkur vantar svona fleiri fyrirmyndir í hjúkrun. Ég held að það sé eitthvað, ég veit ekki hvað það er. Jú, ég veit svo sem hvað það er. Ég held þess að tölvur séu stundum að fara með okkur. Það er allir sem sitja fyrir framan tölvur og skrifa. Það gleymist að við þurfum að vera hjá sjúklingunum. Er ég ein þetta? Nei. Mér finnst þetta hafa stórlega versnað. Og síðasta glæran, við erum fyrirmyndir og við þurfum að bera út boðskapinn og sýna það í verki að hjúkrun, hún fer fram inni hjá sjúklingunum en ekki gegnum tölvur. Ég held að þetta sé vandamáli. Ég held að við þurfum að vera rosalega bara passa. Ég veit ekki stundum hvert hjúkrun er komin. Bara takk fyrir mig. Herði, bara hjartalega sammála og bara þess vegna fannst mér mjög gott einmitt fyrir nokkrum árum síðan var að tala bara þessu grunnhjúkrun, þessu listnursing sem er bara gríðalegt vandamál og ég held náttúrulega líka að þegar það eykst hlutfall þeirra sem eru ófaglærðir inn á spítalanum að þá fari nú vandamáli ekki Nei, þess vegna þurfum við að vera svo góðar fyrirmyndir. Akkurat og þora að stíga fram og segja bara, herðu,
einmitt eins og þú sagðir, við gerum það ekki svona. Nei, þetta er ekki bara, þú veist, ég er svona grippana og meiri segir ekki nóg með það. Fleiri grippur. Þá er hjúkrunarfræðingar nemi sem kom og ég var eftir kvöldvakt og sagði Lóa, þú þarft að vera oftar á kvöldvaktum. Nú, af hverju? Af því það verið líka bara allir svo miklu duglegri þegar þú ert á kvöldvaktum. Ég sagði bara, vá, er ég bara svona mikið, þú veist. En þá maður bara, þú veist, það kannski situr fólk ekki. Já, akkurat, það nefnilega málið. Hvað segirðu? Það þarf verkstjóra, akkurat. Já, en eigum við að þurfa þess? Eigum við ekki bara að vera, til hvers erum við í hjúkrun? Já, skotin. Ég stóla sammála og finnst þetta mjög spennandi og vil gjarnan einmitt að við myndum þá innleiða þetta á eins og hjá okkur. Akkurat. Já, frábært. Það er ekki nóg að innleiða þetta, það verður að fylgja þessu eftir. Akkurat. Já, En svo ég líka bara, það ekki bara alltaf innleiðing, þetta ekki stórkostlega munur á það sem við erum að gera og ég held að við þurfum að hugsa það vegna þess að við erum að knúa á nokkra þættir, við erum að skrá það sem við erum að gera, við erum að setja það inn í kerfi en við erum í raun að veru að gera róslega mikið en við erum að koma það inn á góða form á festu, við erum að setja það inn í einhver búnað sem bara uppdeitað miðað við tækniþróunin líka og ég algjörlega sammála þér, til dæmis að við eigum ekki að lesa rapport í tölvunu alveg eða neitt slíkt, við eigum að auka samskipti bara á mismunandi stigi en við þurfum ekki að gera, við þurfum ekki að umturna það sem við erum að gera. Þetta ekki erfitt að innleiða þannig að séð en það erfitt að viðhalda. Það fylgja þið eftir. Já, það það. Svo var þetta verklag, það var hérna kynnt, ekki kynnt, það voru allir deildarstjórar á okkur sviði, ég held að það hafi verið blendsviðin eitthvað svoleiðis og skjæðastjórar og aðalmáli var það að koma þessu inn á skjáborðið. Ég hugsa bara, það ekki aðal vandamáli. Það aðal vandamáli að fylgja þessu eftir, ekki horfa meira á þess að fjandast tölvu. En svo held ég líka að það sem við þurfum að hugsa þegar við hugsum hjúkrun, þá held ég að við þurfum að hugsa lengra heldur en bara verkin, vegna þess að hver að gera verkin og hvernig geirum við verkin. Og ég held til dæmis að mjög stort vandamál að hjúkrunarfræðingar ekki gera þessu grunnleggjandi verk eins og mata í eins mikla mæli og við gerðum áður og bara það að fara með sjúklinga á klósett, mata og svona, við getum ekki bara fengið einhver annan starfsmaður í að mata eða geira hlutir vegna þess að þegar við erum að fara inn með okkar menntun þá erum við að leggja heildrænt mat á einstaklinga á hátt sem maðurinn minn getur ekki gert þó að hann sé mjög fær og mjög vel þengjandi. Það sama þegar við erum að gefa lyf og svo framvegis. Við verðum að hafa okkar sérþekkingu í forystu og heildræna sýn sem við erum búin að læra í gegnum marga ára menntun. Það líka það eins og bara endurhæfing, þú þarft að líka kynnast fólkinu og þú kemur ekki fram, þú veist að finna ondtakkan af fólki að koma þig fram úr rúminu, hann ekki á sama stað hjá öllum. Þú þarft að vita hvar hann þú sumir kapsfullir og aðrir eru bara nei, ég nenni ekki núna, ok, ég kem eftir korter, svo kem ég eftir korter og þá það hans forsendum og þá fer hann kannski fram úr. Kannski kem ég eftir klukkutíma og þá hann svo leiður að bíða og ég mæti honum á ganginum. Þú veist, þannig að það bara, það þetta og ég þoli ekki rapportið þegar ég les, ég er búin að vera með sjúklinginn, svo kem ég næsta dag, kvöldvaktinn, vildi ekki fara á göngu. Það þarf enginn að segja mér að þessi einstaklingur sem ég var að lesa þarna, það var eftir hvernig hann var boðið. En það sama með vill ekki ganga, vill ekki borða. Það bara inn á spítalanum, þú fáum ekki fólk til að borða og að segja vill ekki fá mat. Ég ætla að bjóða þér að koma og ég ætla að bjóða þér í göngu. Það svo, hvernig hún nálgast fólkið. Og þetta það sem ég lærði líka af þessum fyrirmyndum mínu, hvernig það nálguðust. Og ég segi við nemana núna, hygglust fyrstaásnemana sem að koma, kannski aldrei komið inn á spítala, horfiði, veljið ykkur fyrirmyndir, passið þeir á hvaða deildum og svo hugsiði, svona vil ég vera. Bara hvernig hjúkrunarfræðingur. Má ég spyrja mig? Eru munnleg rapport alveg hægt inn á deildum? Ég að vinna á göngudeild, veit ég ekki? Já, það alltaf stöðumatsfundur á morgnana, þar sem farið bara yfir svona helstu hverju lögust inn og hverju veikastur og hverju útskrifast, svona 5-10 mínútur, síðan fer og les hver og einn.
En það náttúrulega, ef það eitthvað svona bráðveikindi eða sem það þarf að koma, þá kemur maður oft til skila til þann sem á að taka við manni. Taka við manni. Stærsta afturfæri í hjúkrunum og það eitthvað rannsóknir sem styðja undir það að þetta ekki skynsamlegt og við séum að gera það á þann hátt. Við erum með mjög mikla útlendingum, þetta er leið til að læra íslensku. Þetta er leið þar sem við erum að læra unga hjúkrunarfræðingana á forgangsaða og þegar maður er að flétta upp í tölvunu, maður sér ekki beinlinni sjúklingin fyrir framan sig þegar maður er búinn að lesa skráningin. Svo þetta er bara ótrúlega mikilvægt að við breytum það jafnvel bara færa rapporta enn nær bara rúmsjúklings. Þessar tölvur að fara gera út af hjúkrun. Mér finnst þetta að vera afturför. Já. Ég var með hjúkrunarheimilum og við vorum með munnleg rapport, svo vorum þau tekin af. En fólk var bara að mæta fyrr til þess að fá þessi munnlegu rapport. Við erum ekki bara að lesa. Þetta er svo þurft að lesa. Nær maður að materiálinu með því að lesa. Og svo líka alltaf verið að trufla maður að lesa, það er bjöllar að ringja og allt þetta. En ég er svo innlega samanlega og mér finnst þetta bara að vera á öllum deildum. Bara endurhæfing og það er ekki nóg að innleiða, það þarf að fylgja því eftir. En endurhæfing er svo oft bara, það er sjúkraþjálfari sem að sjá það, það er ekki við sem að sjá það. Eða bara að hafa... En þú veist það er hugsun, við erum að breyta þessari hugsun. Hjúkrun er stór þáttur, en endurhæfing er stór þáttur í hjúkrun. Eða bara að hafa daglega lífið svo heima, draga frá á morgnana, fá virtuna inn, sitja þegar maður er að borða í stól, til dæmis. Og svo er líka annað, bara þessi orð aðhlynning, það var nú alltaf þegar maður var að byrja í hjúkrun það var aðhlynning, allir fengu kvöldaðhlynningu og morgunaðhlynningu, munið ekki eftir því. Núna þá veit fólk ekki vinna hvað er aðhlynning og hvað er alltaf að tala aðhlynningu, því ég spyr, er hann búinn að fá aðhlynningu þessi? Hvað er aðhlynning? Við segjum Íslendingarnir, við segjum hvert og sjúkralegar og hjúkrunarfræðingar, hvert erum við komin? Hvað gerir þú á morgnana þegar þú vaknar? Ferðu ekki að busta tennur og ferðu á klósettið og skiptir föt? Þú veist, þarftu já. Þetta getur mér svo hjartansmál stundum að ég bara alveg, ég geti örugglega ekki heila blóðfall þegar ég er stundum svo reiði. Bara... Það var einn spurning. Ég er svo innilega samanlæðis og ég er svo óbúslega þakklátt fyrir þetta verkefni hjá ykkur. Ég setti þetta ekki á. Því að þetta er náttúrulega bara eitt af lykilatriðum og ég held að kannski það sem við gleymum ekki hjúkrun er að horfa á einstaklinginn með í heildina og hugsa þetta einstaklinginn ákveðna þarfir. Og hjúkrun syngur ekki út af neitt annað en uppfyllt þarfir. Þannig að þú veist, það að ég hafi upplýsingar hverju þarfir sjúklingsins þá get ég að fara að máta mína hæfni inn í málið og að reyna að fara að semja með hann göngunar og allt það ef ég sé að það er til dæmis. Ég meina þú veist, þetta er bara ég er svo innilega sammálaðis. Og stundum hugsa ég að hjúkrun er bara, það er hjúkrun. Já, stundum hugsa ég þegar maður vinna með einhverjum búin að sitja fyrir frá tölvunni, ég svo hvað er að skrifa? Hvernig getur þú skrifað á sjúkling þú sér þannig, getur ekki með honum? Þú veist, ef maður er með sjúklingu, þá verður enga stund að skrifa rapporti og maður bara veit nákvæmlega allt hann. Og líka þetta samtala, ég er náttúrulega alveg upp að það sem var rapportið yfirfærslan var þannig, stundum átti nú alveg slaka á í kjaftagámnum, en það er líka þetta að þú ert kannski hjúkrunarfræðingur og sjúkraliði saman með ákveðinn sjúkling. Þið þurfum bara að skipa þetta dæmi. Hvernig ætlaði að nýta tíma? Hvað þarfir hefur? Hvað þurfum við að gera fyrir? Hvernig ætlaði þú að gera? Hvað ég að gera? Við erum bara með fullt af sameiginlegum verkefnum sem við eigum að sinna. Þannig við eigum að tala saman. Já, með sjálfsögðu. Ég er svo ánægð með þig. Og klónaði. Þannig ég verð ekki skotin í hliðinu. Nei. Ég veit að sumir ekkert alveg sáttir við það sem ég er búin að segja hérna, en það verður bara að vera. En ég kannski, mér langar þetta að bæta því að því tala skjápa. Það neikur þess okkur að við ekki að drukna í tölvunni, en við þurfum líka að hugsa okkur, við eigum ákveðna tækni og skjáborðið að gefa okkur upplýsingum ef við til dæmis sinnum átumötum, þá fáum við bara snapshot eftir kannski gott frí, hann er fyllt hættuna ég var ekki að setja þetta bara númer 1 og 3 framkvæmdin, þú veist, fyrst, svo getur hitt verið. Takló, skelleg. Þín er von að vísa. Já, áfram Lóa. Áfram Lóa, áfram á öllum deildunum hérna á Landspítalanum. Mér langar að spyrja
að því svona áhuga á sko að koma fram eða vita hvað einstaklingnum finnst. Gerið þið sko markmiðin með, setjist þið niður með Jóni og Gunnu og segið bara Já, hvernig líst þér á að við plönum þetta og þetta og þetta? Já. Þannig að hann er með í að... Já, við setjum því ég geta bara setja einhverja kassa á töfluna og svo, hvað er þetta á töflunni? Og svo líka að hvetja þau til þess að taka, þau sumir eru keppnisfólk og bara já, kross, já, eftir einn kross. Stundur hringir fólk og segir, heyrðu, hann glemdi að setja krossi, ég var að labba, þú veist. Þannig að... Og náttúrulega útskýra fyrir þessum stundum finnst fólki kannski svolítið mannmásk að vera að draga sig fram úr með 98 stöðu hita eitthvað. Já. Og maður sé að gera þetta fyrir þau. Já, ætlar að komast heim. Ef þú ætlar að komast heim, þá verður að geta þetta, farið sjálfur fram úr, sjálfur á klósettið og allt þetta. Og svo sumir sem að eins og einn gamall sem vildi alls ekki fara í hjúkrunarheimili og mjög erfitt að hreyfa hann en það við vorum 2-3 sem að vissum hvar ondtækin á hann var, hann labbaði bara með okkur. Og svo var hann svo þreyttur á mér og sagði, Lóa, ég held þú sért bara farin að komið með útíbrú frá vorklass hérna inn á hana spítala. Þú veist, bara að taka hana í gönguferði, sko. Þannig að, já. En þetta bara skiptir, eins og í öllu, að þekkja fólkið og að gera hlutina með því. Já, breyta hugsunarhættinum. Það er partur af endurhæfingunni, þetta er ekki ná í flösku, við ætlum bara að labba á klósett. Og sjá fólk sem er kannski alveg við að komast heim, einhver mæta þig á söru stöndi á klósettið. Ég gæti bara fengið, þú veist, hann er að fara heim, hann á að ganga á klósettið. Það bara já. Hann er fljótar að gera. Já, hann er bara fljótar að gera hlutina, það er hana. En takk kærlega fyrir, þetta var æðislegt og gott að getum haldið áfram þessum umræðum í kaffinu sem er núna. Og við ætlum að byrja aftur 14:20. Kannski ekki betra, en þú veist, en það er þannig að sérstöku fæðið eitthvað, það er glemst að tala þetta við hann, eins og það. Bara ekki bara eitthvað
Ég var svona þess að læra með þessi uppáðuna sem var fyrir og hvað það er sorglegt að sjá að fleiri eru bara með fókus svona með þjóði en ekki svona hluti sem við erum að gera daglega af okkar svona verkefni spítalum og flestir eru bara, þau bara veit ekki hvað þau eru að gera og við erum að vera með eins og það skemmtilegt bara að vera með góða konur. En það er þess að heilkvæmna mál. Og við erum að lyfta fyrir Almennilega, eins og þetta með samningunum og leggja svo nota og svo borga. Það er einmitt það sem að leiða fólk sem að borða. Já, þú veit ekki fórsendur. Af hverju borðar hann ekki? Getur hann ekki eða? Það er sterkur það er upplýsingar. Já, útskiptir svona samlunum og orða þetta núna og halvan veit setja. Og líka kannski sjúklingurinn byrjar að borða sjálfur og setja sig bara niður og vera með hann meðan hann borða. Hvernig gengur hún? Hvað gerir hann? Ég hef vunnið í hjúkrunarheimili og það er meira sorglegt því að þau eru, ef ég tek rapport frá þau eru alltaf eftir að segja já og svona sjúklingin vil ekki koma. En það er eitthvað inn og mata. Ég var eitthvað, akkur getur sjúklingin klára mat? Þegar hann er í hoppa? Já, eitthvað. Hvað er í gangi? Ég var uppkynninga og daginn ég var eitthvað, það er meira svona erfitt fyrir mig að tjá mig svona betur
Og gjörgæslu það? Já, alveg. Já, hvað líka málið? Það ekki eitthvað meira? Ertu bara ein Hulda? Já, kemur ekki í Kolbrún? Nei. Fara að byrja þetta? Það er ekki bra. Við ætlum að setjast aftur hérna. Við fórum svolítið seint í kaffi, það voru svo góðar umræður hérna. Hérna. Lóa kveikta þessi ykkur? Já, það er bara frábært. Það er mjög gott. Nú er ég örugglega. Það var það ég á í bótt. Nú er ég örugglega skotin og deildinni. Þú þarfst bara að koma að halda erindi inn á deildunum. Ég held að 99,9% séu sammála og þeir eru langri braut. Ó já. Líka Berti í hug að segja þetta lengi. Við tókum þér annars geta sleið. Líka, ert þú ekki yfirmaður og þora að segja samt við þig? Herði, jæja. Herði, við ætlum bara að halda áfram þessa flottu dagskrá hérna. Og næst ætlar Hulda Margrét að tala um niðurstöður geðkönnunar á þrýstingsárum. Gjörðu svo vel. Já, bara virkilega gaman að fá að vera með ykkur og hérna glærnum komum bara í framhaldi, ekki? Já, akkurat. Hérna, já, ég ætla að kynna fyrir ykkur niðurstöður úr geðkönnun. Mörgum finnst þetta kannski ekki orðið gamalt en svona er nú bara lífið að það er allt í hennu bara komin næstu því sumar og þetta var gert í loka október. En ég held að sé bara mjög gott að við rýnum aðeins saman í þetta. Og Kolbrún Kristjansen er ábyrgðarmaður þessara geðkönnunar og hún gat því miður ekki verið með mér en bara treysti mér fyrir því að skila þessu til ykkar og eiga þetta samtal við ykkur. Við höfum verið að gera sambærilega geðkönnunir á 2 ára fresti síðan 2017 og í rauninni þá er þetta bara punktstaða, þannig að á einum degi erum við að reyna að fara yfir allar vefrænar legudeildir fyrir utan geðdeildir, barnadeildir og sængulegu. Og við miðum við að sjúklingar séu 18 ára eldri en þetta eru fullorðnir og oft höfum við fengið bara mjög góða heimtur og yfirleitt svona og yfir 90% sem að taka þátt. Þannig að þetta er alveg að gefa okkur mjög góða mynd svona af því hver staðan er einhvern einn dag eins og punktstöður eru. Við höfum líka ákveðið og gerum í þess, ég held að ég sé að gera 3 að fara sérst á bráðamóttökuna, að þeir sjúklingar þar sem eru komni með innstimpilinn sem eiga að leggjast inn, að þeir eru líka teknir. Og þarna erum við að skoða húð sjúklinga á markvissan hátt og við erum að meta búnaðinn sem eru með dýnur og sessur ýmislegt og erum líka að rýna í skráninguna, hjúkrunarskráninguna. Og gagnasafnarar eru hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, sérfræðingar, hjúkrun og iðjuþjálfar. Þannig að við veljum vel og reynum svolítið að púsla þeim saman þannig að þeir kannski reyndur og óreindur saman. Þannig að það er náttúrulega alltaf mikil áskorun að fá fólk að því við þurfum alveg 50 manns til þess að fara og taka þessa stöðu sem er alveg heilmikil mannafli.
Við erum með staðlega eyðublað sem við erum alltaf að þróa en það svona alltaf ákveðin kjarni sem við erum að skoða og framhliðin þá bara eyðublaðið sjálft þar sem við skráum niðurstöður og aftan á eru þá svona hjálparhellur eins og myndir og ýmislegt fleira sem þá fyrir gagnasafnarana. Við höfum ákveðið að skipta alvarleikanum upp í þessa 2 flokka, við getum orðað þannig. Hlutþykktarsár sem eru þessi fyrsta stigs og annars stigs þrýstingssár sem eru náttúrulega hlutþykktarsár að því leyti að þau fara ekki ofan í öll húðlög og síðan skilgreining á þrýstingssárum, það eru raunverulega komnir þarna 2 aðrir flokkar fyrir utan 1, 2, 3, 4 stigið. Það grunur djúpan vefjaskaða og það óstigaleg þrýstingssár. Og við höfum ákveðið að setja stig 3, 4 og þessa 2 flokka saman í sem sagt fullþykktarsár af því að oftast eru þarna 5, það eru oftast fullþykktarsár. Þau eru yfirleitt komin í gegnum öll húðlög og sum hver eins og 4. stigið þá komið bara í gegnum húð ofan í vefi þar fyrir neðan. Og ef við bara vindum okkur bara beint í niðurstöðurnar og þá svona eins og góðum vísindamanni sæmir að þá ræðir maður þessum áreiðanleika gagna og við segjum sko að þrátt fyrir fræðslu og undirbúning ekki hægt að tryggja fullkomlega samræmt mat við skoðun sjúklinga. Við gerum okkar besta, við skildum fólk sem tekur þátt til að setja ákveðna fundi þar sem við erum ákveðna fræðslu og leiðbeiningar. Þannig að það reynt að tryggja það að við séum að gera þetta flest á sama hátt. Þennan dag, aðfram á 30. október, voru 516 sjúklingar innlagðir á þessum fyrrgreindu deildum og 90% þáttaka, þannig að þetta voru 464 sjúklingar sem við skoðum og rýndum í skráningu og búnað. Alltaf svona jafnt kynhlutfall eins og við sjáum þarna og það sem við sáum, það voru 100 þrýstingssár hjá 62 sjúklingum. Og flestir eru með 1 þrýstingssár eins og oftast og þarna voru 2 sjúklingar annar með 4 þrýstingssár og hinn með 5 þrýstingssár. Þannig að þetta svona bara svolítið normið eins og við sjáum yfirleitt. Algengið 13,4% sem svona með því lægra miðað fyrir utan COVID-árið. Þá fórum við niður í 12. Og það má alveg spyrja sig af hverju það Vorum við nær sjúklingnum? Vorum við meira það er bara spurning, var mönnun betri? Ég veit það ekki. Þetta bara mjög áhugavert. En allavega, og við erum líka munað að þetta bara punktstöður. Við vitum ekkert hvað þarna á milli línana. Það getur vel verið að við séum að fara neðar eða ofar eða eitthvað. En allavega, við erum enn í 13,4 og við viljum náttúrulega fara miklu neðar. Vegna þess að ef við getum borið okkur saman við sjúkrahús annars staðar í heiminum og bara hér í Evrópu þá eru mörg sjúkrahús með mun lægra algengi heldur en við. En við vitum líka að algengi ekki bara það sem við gerum, algengi líka það sem kemur á spítalann. Þannig að við erum bara að taka stöðuna. Já, dreifingin var frá 0 og upp í 38,9% og þá voru 4 deildir sem voru ekki með nein þrýstingssár en þrýstingssár voru á 23 deildum. Þannig að þetta eitthvað sem við sjáum líka alltaf. Það mikil dreifing og það ekkert alltaf einhver ein deild sem skarar og með einhver toppa. Og ef við rýnum aðeins í legudeildir blend og alltaf þegar ég hef það sem header að þá ég að tala deildinar. Þegar það getur verið svolítið ruglandi þegar maður kannski að fara úr öllum niðurstöðunum og yfir í blend. Að hér eru algengið á deildunum. Sjáum þá að A7 voru engin þrýstingssár og ég hef þetta rautt, gult og grænt vegna þess að rautt var þá bara yfir meðalalgenginu og gult var þá undir meðalalgenginu. Ég hef það ekki grænt vegna þess að auðvitað viljum ekki hafa þrýstingssárin. En þarna sjáum við að þarna erum við með deild sem með 38,9% með 7 sjúklinga með þrýstingssár og alveg niður í 0. Þannig að þetta bara staðan þennan dag. Og við vitum ekki, staðan getur verið bara omvendt í dag, því það ekki hægt að segja að þetta sé alltaf svona á þessum deildum, alls ekki. Og það kemur ekki fram þarna hvort þetta sár sem mynduðust? Býtu aðeins. Aðeins og róleg. Já, ég veit bara, við erum ekki að búa þetta til. Aldursdreifingin,
það er alltaf svona pínu áhugavert að skoða vegna þess að sko gamla mýtan þessi, já, gamla fólkið að fá þrýstingsárin. Ef við horfum á hlutfall sjúklinga í hverju aldursbili með þrýstingsár, þá ég að tala um það að í aldursflokknum 40 til 49 ára þá voru 15,8% sjúklinga með þrýstingsár. En 60 til 69 ára var 9,1. Þannig að þetta sýnir okkur það bara algjörlega að þetta ekki það sem gerist endilega við hækkaðan aldur. Auðvitað, það eru náttúrulega fleiri innlagðir sem eru 70 ára og eldri og eðlilega eru þá fleiri heildarfjöldi sjúklinga með þrýstingsár þar. En hlutfallið í hverjum aldursflokki ekkert endilega hærri. Og við höfum oft séð það að fólk 90 ára og eldri ekki með nein þrýstingsár. Þannig að þetta alls ekki, og við skulum bara stroka það bara og segja að þetta mýta og við hugsum ekki að þrýstingsár og aldur fari alltaf saman. Það ekki svoleiðis. Síðan svona aðeins staðsetningarnar og þá eru þetta náttúrulega algengustu staðarnir. Það spjaldhrygurinn og það hællinn. Og við sjáum líka hérna niðri að nærri helmingur af öllum þrýstingsárum sem við sáum voru á fyrsta stigi, roðablettur sem ekki hvítnar. Og það náttúrulega gríðarlega jákvætt við þessar niðurstaður. Að við séum ekki með, að helmingur þrýstingsáranna voru minnsti alvarleikin, við getum orðað þannig. Þannig að það frábært og auðvitað, ég set þarna viðvörunarljósið vegna þess að þetta á samt að kenna okkur það. Við þurfum að bregðast við þegar við sjáum roðablettin og við eigum að taka því mjög alvarlega þegar við sjáum roðablettin. Og við eigum ekki að bíða þangað til hann kemur. Örlítið að tala hlut og fullþýktarsára og það hefur lækkað. Hlutþýktarsárin voru hlutfallslega fleiri núna með fullþýktarsárin sem mjög jákvætt vegna þess að þá erum við með minna af alvarlegum sárum og það er frábært að sjálfsögðu. Og í rauninni ættum við að vera með það markmið, kannski svona okkar fyrsta markmið, að útrýma fullþýktarsárum. Það eru náttúrulega dýrustu sárin, það eru langvinnusárin, það eru sárin sem valda mestum þjóðningum, kostnaðarsöm og allt þetta. Hin sárin eru minna alvarleg og eðlilega fyrir að gróa og eru ekki að valda eins miklu vanda. Þannig að þetta jákvætt. Ég sé að hann verið fjólublár kallinn hjá mér núna. Hann var nú grænn í minnitölu, en það áhugavert. Síðan ef við horfum aðeins á fullþýktarsárin, alvarlegu sárin á spjaldhrygg og hæl, að þá sjáum við að það er gríðarleg minnkun í hælunum, færri þrýstingsár alvarleg á hæl. Og við viljum nú svolítið þakka átaksverkinu hælinu upp, maður nú að eigna sér einhverjum hluti, nei, þetta nú bara þannig að vonandi hefur það sett einhver fræ einhver staðar að hvernig við verjumst þrýstingsár á hælum og það að lyfta hælnum, ekki að vefja hann eða gera eitthvað annað eða setja gel undir, við lyftum hælnum upp, þannig tökum við þrýstingin og þannig komum við veg fyrir að það komi þrýstingsár. Spjaldhrygurinn aðeins erfiðari. Það aðeins erfiðara að lyfta honum og hafa hann frían og það bara svona langtíma verkefni. En þetta ánægjulegt að sjá þetta. Og ef við rýnum aðeins í legudeildi blend, að sjáum við þarna hvernig þrýstingsárin skoruðust, við getum sagt svona alvarleikinn. Og við sáum að það eru þarna 10 fullþýktar þrýstingsár og náttúrulega megnið hlutþýktar og þið getið öll fengið þessar niðurstöður og allir deildarstjórar hafa fengið núna skýrslu þar sem allt þetta tíundað. Þannig að ég ekki að koma með neina nýjar tölur hér sem þið hafi ekki séð áður. Síðan ef við tökum aðeins fyrir hvar þrýstingsár ykkur eru, þá náttúrulega þetta bara eins og, það hællinn, og náttúrulega spjaldhrygurinn. Þannig að þetta svona það sem við sáum. 2 undan þvaglegg og svoleiðis þrýstingsár og þegar við förum að sjá á sköflung og annað, þá eru yfirleitt komin í eitthvað sem við getum alveg 100% fyrirbyggt. Við erum að tala að þetta eru íhlutir eða spelkur eða þvagleggurinn eða eitthvað sem hefur skaðað sjúklinginn, eitthvað utanaðkomandi en ekki þessi típisku útstæðu bein. Síðan kemur hérna örlítið svar fyrir þeiginga af þessari spurningu. Það voru sjúklingarnir með þrýstingsár við innlögn og þetta svona stóra batteríið og það sem við spurjum sjúklinginn
var sjúklingur með þrýstingsár þegar hann laðist inn á Landspítala? Það er spurningin. Þess að spyrjum bæði sjúklingin, ef hann veit það ekki og getur ekki svarað, þá spyrjum við hjúkrunarfræðinginn og mögulega finnum það líka í gögnum, að við förum líka aðeins í sjúkraskrágögnum. Og stundum vitum við það bara ekki neitt. En hér erum við með niðurstöður hlutfall sjúklinga með þrýstingsár við innlögn og það sem er ekki vitað. Þannig í rauninni, ef við tökum þetta, þá erum við að sjá það að 68% þrýstingsára með þessa svörun eru að fá þrýstingsárið á Landspítala. Og þetta er yfirleitt staðan, að langflest þrýstingsár sem við sjáum verða líklega til hjá okkur á Landspítala. Þannig að það er eitthvað sem við skulum taka til okkar og hugsa. Legudeildir blend, fjöldi sjúklinga það sem vita er að komi með þrýstingsár og þá er þetta hlutfallið sem að líklega fengu, við getum ekki fullyrt það. Þannig að við sjáum að það eru einmitt helmingur og fleiri að mögulega mynda þrýstingsárið á deildinni. Það er svoleiðis. Þrýstingsár sem orsakast á hlutum í húð, eins og ég var að nefna áðan, þetta voru 18, það er teygisokkur, þvagleggur, skór, hjólastól, leiðslur, æxli, sonda, CFK. Aðeins pínu að rifja upp skilgreinda verklag áður fyrir að ræða skráninguna. Að skilgreinda verklag á þrýstingsáravörnum á spítalanum er að við framkvæmum húðskoðun og áhættumat við innlögn, hvort sem það er inn á spítalan, bara á bráðmóttökum gerir ekki áhættumat, en húðskoðun eigum við alltaf að framkvæma, hvar sem við erum stödd. Inn á legudeildum eru gerð áhættumöt og þá fáum við upplýsingar það er sjúklingurinn áhættu og ekki og auðvitað getur klíniska matið stundum trompað Braden matið og þá eigum við að láta klíniska matið ganga. Það er það okkar verkfæri líka að nota klínisku dómgreindina. Og hér er þá skilgreind hvaða hjúkrunargreiningar að nota, hamurinn er verkfæri sem við notum þegar sjúklingur er í áhættu og síðan að við höldum áfram að tryggja áhættumat. Þegar sjúklingur er áhættu þá notum við hjúkrunargreininguna hætt á þrýstingsári og þegar sjúklingur er með þrýstingsár þá bætum við hjúkrunargreiningunni þrýstingsár. Hamurinn fyrir þá sem ekki það vita eru þessi 5 lykilatriði til þess að verjast þrýstingsárum. Það er að hreyfa, athuga húð, maturinn undirlag og raki og ég ætla ekki að fara neitt nánar í það. Við förum aðeins í þessar hluti, þarna er ég að tala áhættumati og búin að ræða það. Við sjáum að skjáborðunum einmitt stöðuna þegar áhættumatið hefur verið framkvæmt. Sjúklingurinn í áhættu, áverð með þrýsting, ég er búin að nefna þetta alls saman, hamur, gatlistin, atvikaskanning, öryggiskos, ég ætla að skauta yfir þetta. Hér er niðurstöður á áhættumatinu þegar að gagnasafnarar koma á deildina. Í rauninni bara þú kemur á deildina, þú horfir á skjáborðið og þá var þetta staðan. Það var sem sagt voru 35% með mat sem sýndi og væri áhættu og 37% væri ekki áhættu, en það vantaði áhættumati á 28%. Þannig það var staðan. Og sem sagt í rauninni ef við horfum aðeins, rýndi aðeins í þessar tölur og við horfum bara á sjúklinga með þrýstingsár, minnum þetta eru 62 sjúklingar, þá voru þarna sjúklingar 29% sjúklinga með þrýstingsár voru ekki með neitt áhættumat. Þannig að í rauninni var það ekki alarmið, eitt af þeim sem ætti svona fara í augun á okkur ef ég sé rautt áhættumat á ég að bregðast við því með einhverju hjúkrunaráætlun og ef ég sé ekkert rautt alarm þá náttúrulega kannski minni líkur á ég kveiki en þetta eru svona allavega niðurstöðurnar. Að líka áhugavert að 18% sjúklingar sem eru með þrýstingsár eru ekki metnir áhættu og það hefur við séð endurtekið með Braden matið og eitthvað sem við þurfum að rýna í og ég veit að hefur verið pínu erfitt að snúa við að velja eitthvað annað áhættumat. Herði, síðan ákveðu gagnasafnarnir, þeir voru beðnir að áhættumeta þá sem ekki voru með áhættumat og það var gert í samráði sjálfsögðu við starfsfólkið og þá kemur þetta í ljós að þetta er mjög oft svona 50-50 í áhættu og ekki áhættu. Þannig að það er svona undir yfir. Sem segir okkur að það er ekki endilega, við ættum ekki endilega, við hefum ekki setja hamur hjá öllum. Það er ekki allir sjúklingar í áhættu fyrir að fá þrýstingsár. Við þurfum að aðgreina þá, við þurfum að gera áhættumöt, við þurfum að velja hverja við ætlum að targetera fyrir ákveðnu hjúkrunarmeðferð. Hér eru þá niðurstöður skráninguna og þarna sjáum við að sjúklingar sem eru í áhættu og eiga að hafa hjúkrunargreininguna hætta þrýstingsári með við verklag, að þar voru aðeins 23% sjúklingar með hjúkrunargreininguna.
Þannig að það mjög mikill lapsus á. Og þegar við förum að horfa á hjúkrunargreininguna, eða sjúklinga með þrýstingsár, þá ættu þeir raunverulega að vera með báðar, en það aðeins 10% sjúklinga. Þannig að þetta ekki neitt nýtt. Það alltaf, þess að geðakenni sína alltaf að skráning mjög langt frá því sem að geðaskjöl kveða á. Þannig að það ef við ætlum að fara þangað sem geðaskjölin leiðbeina okkur, að þá þurfum við virkilega að spýta í og laga. Aðeins atviksgreininguna, það var sem sagt núna fyrir rétt rúm ári síðan að þá fengum við inn hak í atviksgreiningakerfið. Ég ætla ekki að segja ykkur hvernig það gerðist, ég hef ekki verið spurð, en það gerðist, því það að við getum tekið út atvik. Fram að því gátum við ekki tekið út atvik fyrir þrýstisár, sem mjög bagalegt, vegna þess að þetta eitt af áhersluatriðum framkvæmdastjóra hjúkrunar, þannig að það er alltaf galið að geta ekki sagt hversu mörg atvik myndast. Þannig að við vorum alveg bara svona rosalega spenntar að fá að sjá hérna bara hvernig var það með sjúklingarnir sem voru með þrýstingsár, hversu margir voru með atvikskráð. Og við sáum sem sagt að 5 af þessum 62 sjúklingum voru með atvikskráningu, sem 8%. Já, við getum ekki sagt, var þetta þrýstingsárið sem að við fundum sem var atvikskráð. Helmingurinn af þrýstingsárum sem við sáum voru á fyrsta stigi, við erum að muna það. Það getur verið alls konar ástæði fyrir þessu. Fólk ekki að atvikaskrá þau þrýstingsár? Var sjúklingur með eitthvað annað þrýstingsár fyrir 2 mánuðum sem var atvikaskrá en ekki þetta? Þannig að þetta er að vera með alls konar spekulationir. Þetta allavega gaf okkur einhverju upplýsingar. Þegar við fórum að rýna bara í overall allar atvikaskráningar sem við sáum á öllum spítalanum á síðasta ári, þá sáum við alls 77 þrýstingsár atvikskráð og við sáum 100 þrýstingsár þennan eina dag. Þannig að ég veit að það mikill, þau eru gríðarlega vanskráð atvikin. Og við sjáum það til dæmis að 11 legudeildir voru ekki að atvikaskrá eitt einasta þrýstingsár í fyrra. Og það eitthvað mjög skrítið við það. Þannig að það alveg virkilega þarf á að spýta í. Ég held ég ná þessu bara, sveimið það. Ef við horfum aðeins á áhættumatinn á deildunum, þá þetta hlutfall dvala þar sem framkvæmt að minnstakosti 1 þrýstingsára mat. Og þetta alveg framför frá því fyrir kannski svona 4-5 árum. Þá voru sumar deildir sem framkvæmdu aldrei þrýstingsára mat. En við sjáum alveg að það líka sóknarfæri. Við getum alveg bætt okkur, en þetta já. Ef við horfum á hjúkrunargreiningarnar, þá sjúklingar sem voru í áhættu sem fengu hjúkrunargreininguna þrýstingsár, að þá sjáum við að það líka einmitt mikil sóknarfæri. Bláa súlan sýnir fjölda sjúklinga með hjúkrunargreininguna á meðan við sjáum fjölda sjúklinga sem voru metnir í áhættu. Þannig að af þeim sem voru áhættumetnir. Ég kannski komin aðeins svo djúpt í þetta. Atvikin, þannig að sjáum við á milli deilda hvernig það var skráð. Já. Fjöldi sjúklinga með hjúkrunargreininguna þrýstingsár og fjöldi atvika. Það kannski, já, þetta svona einhver leikfimi sem ég var að gera. Hamurgátlistinn, þarna sáum við gríðarlega litla notkun á honum og við höfum alveg fengið gagnrýni á hann og það bara alveg réttmætt og við höfum svona reynt að stuðla því að það verði verkefni sem fer í að gera hann rafrænan. Það var reynt að stoppað núna út af öðrum ástæðum. Þannig að en það eru gríðarlega fáir sjúklingar sem eru í áhættu og með þrýstingsár sem eru með þennan skema. En þetta, allar klínískar leiðbeiningar segja okkur við eigum að hafa skema. Til dæmis hvenær við erum að snúa og hreyfa sjúklinginn og bara hvernig hann borðar og allt þetta. Þannig að, já, ég ætla að reyna að vera snögg hérna. Ástand dínu var gott í langflestum tilvikum. Ég ætla að minna á að það til viðmið val á dínum. Það voru 30 dínur í lélegu ástandi og það sem kannski þarna, það voru 114 sjúklingar, 25% sem lágu á loftinu og aðeins 25 sjúklingar sem voru með þrýstingsár voru á loftinu, bara 40%. Við viljum sjá það 100%. Þannig að þar alveg sóknarfæri. Sjúklingar með þrýstingsár eiga allir að vera á loftinu og það til nóg á loftinu. Ég eiginlega bara get fullyrt það. Kannski misskipting en ég veit að það til nóg á loftinu. Nú ég taka rosa stórt upp mig.
Sessur, ég ætla bara aðeins að nefna það hér að 42% sjúklinga með þrýstingsár voru ekki með sessu til staðar en hefðu þurft á hann að halda og ég veit alveg að það skortur á sessum, við þurfum að efla svolítið notkun á sessum. Heyrðu, á ég ekki hálfa mínútur? Nei. Hér, þetta svona síðasta glæra mín, mér langar bara svona ef eitthvað sem þið gætu deilt til mín, svona hvað að ganga vel, hvað gengur illa og hvað umbóta tækifærin. Þó ég veit hvað þessar niðurstöður segja okkur, en eru þið með einhverju fleiri hugmyndir? Eða spurningar, eitthvað? Það rauninni bara að taka undir þetta sem þú ert að segja. Það gengur vel að meta þrýstingsárin. Það gengur ekki eins vel að skrá þau og fylla inn í þessi skjöl, örgisklössum og það. Það bara sem við þurfum kannski að vera duglegri í bara enn frekar á. Já, sem bara í samræmi með það sem þú ert að segja. Og náttúrulega, þú veist, og eðli málsins samkvæmt vitum við það alveg, eins og Lóa segir, við eigum miklu meira að vera að hugsa sjúklinginn, þú veist, en þegar maður hefur ekki gögnin, þá getur maður sagt, þetta staðan eða þetta ekki staðan, þú veist, það sem ekki skráð ekki framkvæmt, því þetta gamla. Þannig að þetta alveg tókstaritan hann á milli. Einhverju fleiri spurningar? Já, bara takk kærlega fyrir mig, gaman að fá að koma til ykkar. Takk fyrir. Herðu, glæsilegt. Næst ætlum við að fá hana Húlín til þess að tala hér munnhirðu hjá einstaklingum og hjúkrunarheimilum. Gjör svo vel. Jeg Britta Tunguma. Jeg nå tar ensku offisielt, så jeg gør det sånn. Ja. Öppnas bara här, vet du. Ja. Jeg Britta ensku, så det innført offisielt mye professional words i Tunguma som munnrenser. Hello everyone, I'm Hui Lingchen from Taiwan, a nurse who was at A7 in Fort Worth Hospital. Today I will talk about a scene from my thesis with 30 critics. The topic is a review of a strategy and provided by nursing staff to improve oral care of nursing home residents. The supervisor were by Christine Bjornsdottir and Harun Skriving Sorstensen. This presentation will have a simple introduction of myself. Then I will talk about my thesis, its background, then method used, the result, followed by discussion and conclusion. I graduated from nursing school in 1996 and worked as a nurse in pediatric ear, nasal, throat, and internal medicine department. After a year, I worked as a physician assistant in the gastrointestinal nephrology and infection departments for several years. After many years, I changed my working environment, worked as a specialist nurse with an ambulance team. Here in Iceland, I started at Liviavale while I applied for a nursing license, and then worked again as a nurse in Billingstad. In 2020, I changed working place in B7, and 2025 I worked in the A7. In 2010, I got received a scholarship from Education Ministry of Taiwan for a long-term care facility in Sydney, Australia. This started inspiring me in geriatric nursing. Throughout my career, I have balanced full-time work with continuous academic study.
Why am I interested in the oral health care among the elderly? I'm interested in oral health care among elderly arose from my clinical experience as a nurse at a village study. I often observe the staff doing daily oral care to elderly patients. Most staff only clean the denture, but do not brush the remaining natural teeth or clean the tongue. In general, nursing staff may overlook oral health or treat it as a secondary priority, resulting in missing nursing care unrelated to mouth care. That is why the subject of the thesis is to provide the nursing staff with the ability to maintain the oral health of the residents. What problem can bad oral health cause? The accumulation of oral cavity bacteria and teeth and the subsequent plaque formation lead to poor oral health. And this condition can cause the halitosis and the tooth decay and the tooth loss, which may result in the poor nutritional status. Periodontal disease is a gum disease. That is strongly correlated to the cardiovascular disease. Amyloid beta plaque implicate the inflammatory process and associated with primary disease and irritable bowel syndrome and Alzheimer's disease. Turning to the methods, the aim of this thesis is to provide a potential improvement strategy for nursing staff in oral health care for nursing home residents. The research question follow from PICO formulation. What nurse staff lead approach program strategy have improved the oral health care of people 17 years or older living in nursing home. Next here, the research strategy. I applied a search of 3 databases: CNAP, PubMed, and Scopy between 2011 and 2021. The keyword search were residents or older people or elderly people, and the nursing home or aged care facility or institution of facilities or residential, and intervene or improve oral care or oral health. Inclusion criteria: over 70 years old, nursing homes or long-term care facility or residential aged care facility, contain an intervention oral health care strategy implementation or education program performed by nursing staff, written in English, Chinese, and Icelandic. Study design were either qualitative or quantitative study, published between the year 2011 and 2021. Exclusion criteria, dentistry study, and greater literature. Here we can see the Prisma finger. The total record was 456, and screen the topic and the abstract, N equal 25 left. Excluded the 14 unqualified, and finally 11 studies were found.
This brings me to the next point, which is quality assessment. I applied the JBI critical appraisal checklist tools. 11 studies were rated over the half point and were graded as a high quality of study. However, 11 studies use a barrier design method. I conducted a narrative synthesis and a descriptive analysis. So this is an overview of summary of the included study. 11 relevant studies between 2012 and 2020. Majority of studies are in the United States, and then most studies focus on the residents. The majority of these studies are the follow study mode, pre and post-intervention method. Participate mean age from the 71.9 to the 89.8. Female dominated. Study duration range from the 2 weeks to 2 years. And over half the study were conducted in nursing home. Next here is an overview of oral health strategy. All the studies were carried out with an oral health care education program with a guideline or a protocol. And the strategy mainly focused on staff education and include the literature, introductory video, checking list, and use a notebook to record the intervention experience of residents. The majority of study emphasized staff education and effectiveness knowledge. Only one addressed the patient's care resistant behavior. Moving to the next table, we can see the effectiveness oral health strategy. The oral health care assessment tool is commonly used for nursing staff to evaluate residents' oral health condition. The house training program, along with the dental nurse brush teeth every 2 weeks, significantly improve the oral hygiene index with p-value less than 0.001 and the gingivitis index p-value less than 0.013. The oral health care coaching program showed an increased improvement mucosa score and mucosa plaque score after the nursing staff perform oral care. A checklist healthcare provider and the support staff member oral care education both resulted in remarkable decrease in plaque after the implementing oral health care practice conducted by nursing staff. So all the programs significantly improve oral health oral health status and the nursing staff knowledge and the skills. I'd like now to focus on oral health care cognitive impairment, lack of knowledge, and lack of protocol, guideline, or the background of the staff
nursing staff and the relationship issue. Finally, I would like to remind you some of the issues we have covered. Quality and regular brush teeth, effectively oral education program for nursing staff, availability of oral health assessment tool, implementation strategy intervention on oral health care, paper checklist ensure the better care. Thank you for listening. Does anyone have any question? By the way, these dishes were all my cooking during my thesis writing. I have not visited Taiwan over 5 years during the COVID. I really miss Taiwanese food. I use cooking to relieve my stress while I'm writing all my thesis. And I'd like to inform you the International Council of Nursing Congress will be held in Taipei from July 8 to 11, 2027. If you are interested in attending, are most welcome. If you would like to visit the hospital, it can be arranged. Yeah. Yeah. Yeah, I would like to. Thank you. Einhverjar spurningar? Marian? Hi. Congratulations on your thesis. Yeah. I was just wondering one thing because I'm currently looking into screening assessment tools for nurses to use. Yeah. And I was thinking about, did you come across the OHAT? Because I've been translating that to Icelandic now. I would like to I had been talking to the tongue-lightening Heather, and she used another assessment. I told her maybe I would like to develop in OHA. Yeah, OHAT is like, I think it's like the It's most common recommended, for the non-professional dentist it has a picture and try to do it has everything. I tried to talk to her and she said she used another assessment tool to evaluate maybe I was talking before half years ago. Yeah. And then maybe I will talk to her later or something, try to do something like this. But did not Gunnhildur Kildiland, did she not use the OHAT in her quality improvement project at L5? Yeah, I think she used, there are some different versions. Okay. But the picture version is the one that, In Taiwan, I went for the oral health care in Taiwan for the special need patient. I got the license. They are also use OHA. And they how to teach you how to assessment all kinds of things. Yeah, it seems like it's the tool that has the best validity for all kinds of patients, not just elderly, but also other patient categories. Yeah, and the doctor they use Lake tool. I think I told her maybe we can use it for commonly for non-professional use. It's easy for staff to use. I had been talking to her this issue, but they are doing the ransock. Yeah. So I cannot change it. Okay, thank you. Thank you. No problem. Þá höldum við áfram og síðast en ekki síst þá fáum við hérna kynningu á háþrýstiklefunum og Geoffrey kemur hér og kennir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Hello, can everyone hear me okay? Yeah, I think it's a very intimate group we have. Oh, excellent. Very good. Very good. Well, first of all, I would like to thank you all for sticking it out until the end.
I know that at this hour everyone is very tired and wants to go home, but I appreciate you being here. I also appreciate Magali. Thank you so much for the invitation. So, in the interest of time, because there are several things, I suppose I can just, there we go. Also I would like to mention, or to give you the regards from my colleague Leo. He's the Yfirlæknir of our department. He sadly could not make it today because he's the Yfirlæknir of our department. But he sends his regards and wishes you all the very best. So I will take care of the introduction to our department today, and also to give you guys a bit of a sample. Sorry. Can't drop my devotion. To give you a bit of an insight into what's HBOT, háþrýstisúrefni meðferð, what is all this about. You have probably heard some of it here and there. Probably you've heard of us in the news, maybe. But it's good to always give a fresh introduction to what this is all about. So this is our agenda for today. This is my CV, in case you want to take a picture. I don't know. So we were having a laugh about this. It's like, what are you doing? Are you meeting your in-laws? What is all this about? There it is. And this is Leo. Believe me, his CV is 3 times bigger than mine. So first, what is our department about? It's the Hyperbaric and Diving Medicine Department. It's pretty much in the name. Has 2 components, hyperbaric and diving medicine. Hyperbaric having to do with the outpatient application of hyperbaric oxygen therapy, and diving medicine, everything that has to do with the assistance, either be it onshore, on-site, or sometimes even offshore of diving activities of all kinds, be them commercial, tactical, recreational, whatever it may be. All of this we encompass in our department, which is 24/7 on call. We are proud to announce that we have done 2,000 to 3,000 on average treatments per year when it comes to our outpatient output. We follow European and American standards of practice, which is something that we are very emphatic about, not just because we like to brag about how we do things, but because it's a matter of safety, considering that we are working with gas pressurized to 200 bar, among other things. Therefore, it requires quite a level of coordination and quite a level of care. Speaking of care and coordinated effort, we also coordinate our efforts with many departments across Landspítali, from vascular surgery, wound care, orthopedic surgery, hemato-oncology, for reasons that I will explain further into the presentation. So, when it comes to the principles that are at play, I would not have you take a gas physics class 3:20 in the afternoon. That would not be very considerate of me. So let's hold 2 important ideas in our head. First off, we have the pressure. Why is the pressure important? Why do we want to artificially increase the pressure inside the cleft? The reason for this is that we can, by increasing the pressure, increase the diffusion of whatever gas that we give to our patients via the mask, which is the method that we utilize. Why is this important? I mean, if we can just give high flow oxygen in isobaric conditions, why do we need to do it under pressure? It's precisely because of that. Now, as we all know, the concentration of oxygen in the air is roughly 25% with other components, the largest of these being nitrogen, which is not ideal to have under hyperbaric circumstances, given that it's an inert gas that can cause what divers colloquially call the bends or decompression sickness. If you want a bit of history, I promise that I won't, because I love the history of diving medicine. Is very fascinating. One of these bits of information that I have for you, or these nuggets, is that if you go into the ICD-10 or 11, you will notice that the decompression sickness is also called the Caisson's disease. What is a caisson is a hollow compartment where the building of the bases of bridges would take place. Now, they noticed back in the 18th century, the 19th century, specifically during the boom of the Industrial Revolution, the tunneliers and the workers of the caissons under hyperbaric conditions, so the closer you get to the Earth, the greater the atmospheric pressure, when they would come up to the surface after a 12 on an easy day, an 18-hour shift during the Industrial Revolution, they would start to get all these sorts of symptoms, neurological in most instances,
And the doctors also noticed, or the surgeons back then would notice, that if you lower these people down into the hyperbaric conditions once again, their symptoms would almost instantly disappear. Now, this, along the years, got turned into what we now call recompression therapy, which leverages oxygen to do the washout or the off-gassing of the nitrogen that is held in the body compartments. Fast forward to today, and these are all the approved indications that we, I think there was a clicker here somewhere. There we go. These are all the approved indications for hyperbaric oxygen therapy in Europe, be it either for emergency conditions or in the outpatient setting. Who decides this? We are the ones that do the diagnostic and the workup required to understand what the patient needs, at what pressure, for what time, and what would be what we call the hyperbaric prescription. Yeah? If we also want to take the approach of categorizing what we do, we also want to look at what's an emergency and a non-emergency. When we look at emergencies, I already mentioned decompression disease or decompression sickness. We can also put in that same category H, or arterial gas embolism. This is a particular condition in divers where when it comes to buoyancy issues underwater in a shallow depth of 5 meters, patients can undergo pulmonary barotrauma, ultimately leading to arterial gas embolism. Has a very similar clinical presentation to decompression sickness, and the treatment sometimes is the same, sometimes it has to be more robust in the sense of us having to go deeper and longer in the CLEVA for the recompression therapy that I talked about. But it doesn't have to be as dramatic as that. It could be an everyday condition, such as CO poisoning, which is quite often in the news, unfortunately, for a myriad of reasons. But we can take the same principle of utilizing pressure to saturate the body compartments with oxygen in this instance, so that we are able to remove the carbon monoxide from the molecules of hemoglobin, replacing it with oxygen, and also helping in that off-gassing. Understanding that carbon monoxide can be particularly stubborn to let go of hemoglobin, and therefore if we don't act quickly enough, the outcomes can be quite severe for the patient. Thankfully, we are able thankfully to the Icelandic infrastructure, we're able to tend to these patients rather quickly. Just this is a bit of a showcase of everything that I have described, except for field deployment, which I kind of alluded to, but our specialty also allows us to perform our duties in the field, be it sometimes for tactical or commercial purposes. And here's a demonstration of us treating this was a decompression sickness patient with a COMEX 30, or also called a 6HE table. It's diving tables for treatments of several conditions. This used to be our old chamber. There was a deck decompression chamber, and this is our brand new Pseudomys CLEVA, which has been quite serviceable ever since it arrived in Iceland 3 years ago. This was a very dramatic case of CO poisoning. Now, always better to show pictures of our work, yeah? And this was a particularly rewarding case. Well, the cases that are coming just to understand what this actually means in practice. This was a case of an 11-year-old boy that suffered a crush injury while he was playing on a graveyard. Do children do that? I have no idea. That's what he said. He was playing on a graveyard with his friends, and a gravestone fell. He grabbed onto it. He fell and crushed his finger. This was a case that was worked alongside with pediatric orthopedics. The boy underwent, if I'm not mistaken, at least 2 procedures while he was undergoing hyperbaric oxygen therapy. So you can see the results by the 7th session all the way to session 25. We had pretty much the anatomy was fully restored, and functionality was was untouched, if you will.
Another case that was rather dramatic was the case of a 2-year-old boy that got a hair loop, his hair around his mother's hair around his finger. This is how he got to Brala Mottaka, just a few moments away from amputation, according to our experience. But thankfully, we were able to bring him into the Kleva. This was him after the first session, and this was him 4.5 months after the final session. He underwent 13 sessions, we are pretty proud of how he did. We met the parents, and he's like, yeah, he's going around. You know that he's okay because he's running around, going up the walls, etc. There's a very funny story tied to this patient that we have the ability to display, Netflix and Disney Plus for the patients inside the Kleva. A confined environment can be quite stressing for some people, especially claustrophobia directly is a contraindication for the therapy, but some people just experience the need to leave. So being able to at least watch a movie or watch a film can ease the pressure of the treatment. So this little boy made us watch the entirety of Blaya from start to finish. So now Disney Plus thinks I love Blaya. Now we move on to another case, which is a chronic ulcer on a 70-year-old woman, diabetic, a bit of vascular insufficiency, a very stubborn ulcer to take care of. This one was handled alongside wound care, the wound care clinic. Eirun and her nurses do a wonderful job for wound preparation. This one required a bit of perseverance, but after 3.5 months after the last session, these were the results. This one was another very rewarding case. This was a 5-year-old who had multiple intracranial abscesses, as you can see in brain imaging. This is before. We applied, it was 14 sessions with him as well, and you can see the comparison of the before and after. Considering that, you might ask yourself, how is this possible? Well, it turns out hyperbaric oxygen has been discovered a while back, has bacteriostatic and sometimes even bactericidal properties. Therefore, it can achieve synergy with antibiotic treatment, therefore turning these amazing results. Which, of course, there is still some work to be done. There was still some lingering inflammation, but coming from this to this was a significant improvement, which both the pediatric neurologist and the parents were evident, like, hey, his behavior is a lot more regulated now. There was definitely an improvement to his life. The last case that I want to bring to you is this patient of this 93-year-old who had actinic keratosis in her right breast, inflammatory condition of the skin. Hyperbaric oxygen also has anti-inflammatory properties. And we were able to apply hyperbaric oxygen therapy, achieving full epithelialization of the wound, who she was very thankful for, considering, and she would tell us over and over that it's been 4 years. No one could do anything, and here I am, and it's closed now. So she's a wonderful patient, and also every time you see her, she will just materialize a pair of socks for you. It's wonderful. That's the best patients to have, right? This a few extra pictures just to display. These are our daily treatments. This was. We have a policy that no dangerous items can be brought into the Kleva, no electronics because of the batteries under hyperbaric conditions. The batteries can undergo, can catch on fire, for lack of a better term. So the patients thought that it would be funny to sneak in masks around February last year. So this is them. And this is also to demonstrate our performance of diving fitness tests for support to law enforcement, to the members of NATO, etc. So, how are we doing with time? Good. How much time do you have left? 7 minutes. Ooh, excellent. All right. So we have a bit more time to talk about long COVID, which is a rather high-ticket item. So let's run through the rationale a little bit. So what we know about long COVID is that it's a chronic fatiguing condition that has chronological relationship to the COVID-19 virus, to the SARS-CoV-2 virus. How do we know this? From interviewing
hundreds and hundreds of patients, understanding that there is the prototypical development of the syndrome right after exposure or repeated exposure to the COVID-19 virus. How does this express in the patient's day-to-day life? There is a progressive and sustained decrease in their physical and cognitive capabilities that makes them withdraw from school, withdraw from work, from the regular activities that they would usually do. Particularly worrisome about long COVID is that because of its nature, of its natural history, it can be sometimes confused with major depressive disorder. But it turns out that these patients were going to the gym 5 times a week, having 2, 3 jobs, and on top of that, the kids and the house and this and that, 100 things going on at once. They catch COVID and they immediately start to plummet. Of course, these are patients that can present with depressive symptoms as a direct consequence of their loss of capabilities. But if you dig a little deeper, it turns out that not necessarily purely depressive symptoms, as the importance of a clinical history. Now, there is a fascinating paper that was published on Nature on the pathophysiological mechanisms of long COVID. The ones that I want to bring to your attention have to do with the destruction of the endothelium. Therefore, the setting off of the coagulation cascade that causes formation of microthrombi in the microcirculation of all the organs. On top of that, there is it has been postulated the leaving behind sorts of viral products that continue to perpetuate the inflammatory cascade, or the inflammatory response rather, for way longer, causing this chronification of inflammation that ultimately manifests as the many symptoms that the patients could have. As you can see here, the symptoms can be rather non-specific, and more often than not, these usually tend to be grouped together with MA and CFS. It turns out that we get patients with this diagnosis, and once we do a little bit of history, it turns out that all of it started after they came in contact with the COVID virus. So there is this wonderful, we were about to put together this table until we found this paper by Katz, which already summarizes all the counter effects of hyperbaric oxygen to the pathophysiological mechanisms of long COVID. So, as I mentioned, the inflammation increased in long COVID. Oh, this is kind of not, got messed up a little bit, but anyway. Decreased inflammation with application of hyperbaric therapy, prothrombotic state that is also resolved with the exposure to the oxygen. There is immune regulate, or rather a modulatory effect of hyperbaric oxygen on the cells of innate immunity, therefore decreasing the secretion of pro-inflammatory cytokines, and all the other effects that are listed here. One of them, also fascinating, is the increase in ATP production. Thank you. Because of a hard switch, as we saturate the tissues with oxygen, we can create a hard switch from anabolic metabolism to aerobic metabolism. So this is, if you want to take a picture, this is the whole rationale behind our application, our off-label application of the therapy. Right, there it is. And this is what we proudly call the Icelandic protocol for long COVID, if you will allow us until my Icelandic gets good enough, which consists of this administration plus follow-up after the administration of hyperbaric oxygen therapy. Of course, after a process of interview, explaining to the patient that this is an off-label application and getting their consent documented in Heilsugat. Of course, as we tell each one of the patients, this is a very long process. It's a process that we understand that it just chronifies through time. What happens after the 1-year follow-up? We're still keeping tabs on our patients to understand, is this okay? Do we need more? Does it work like we need a yearly boost every 2 years? Do we need to keep up? We still don't know. But that's leading our department's investigatory, or rather, what's the word? Thinking in Spanish. My apologies.
just leading our investigatory efforts to understand how this applies specifically to the Icelandic population, being a rather concerning gap in the literature. Just a few results that I would like to share with you. We took all this data that we collected from patients, just from the day-to-day practice, is like, hey, what happens if we try and see if we can get some statistical analysis in here. So we can see that there is indeed a increase in the patient scoring in the RAND 36 questionnaire, the global functioning questionnaire. And then we thought, hey, well, what if we apply an LMM to this, a linear mixed model? So here it spat out a very significant increase in physical functioning. Now, of course, this is only on a sample size of 47 patients, but it's nothing not worthy a second look. Yeah, so we can only assume that, it's rather interesting to see what will happen once we increase the statistical power to these findings. Any questions? Thank you. It was really interesting. I used to work with decompression sickness in Denmark, and one thing I have been wondering here, and I'm actually hoping that you can answer that question, but I have not within our neurological department seen that patients come to us for observation after decompression sickness, which I think is quite strange because they went in Denmark always per default into observation after treatment to the neurological ward. Where are these patients going for observations? Because, we are the only ones who can observe in a sufficient way the nitrogen bubbles, and they do not need to go into a respirator. Yes, so in the Icelandic day-to-day practice, once we get a case of decompression sickness, we take it onto ourselves to do the follow-up. So that's the short answer. And we also take it upon ourselves to do the visualization of the bubbles via ultrasound. Now, one thing that it most definitely is of concern is that, but this is more of a matter of diving culture in Iceland, unfortunately, diving culture in general, considering that diving is not only a recreational activity, but also an occupation. When patients have decompression sickness and they're smart enough to understand that they have neurological symptoms because of bubbles, sometimes they keep it quiet because it could mean their job. So sometimes they don't even come to us, or unless it's a very, very severe case. But this is something that we're, of course, trying to fix, and we're giving talks to the Icelandic Diving Club every few years or so, precisely to communicate this worry, for them to actually not keep your symptoms to yourself, but rather come to us. We can give you a comprehensive treatment and take care of them in due time. I hope that answers your question. Yeah, how many patients do you get roughly? Well, that's the one thing that supports my claim of it being culture-driven is that before we arrived in Iceland, Leo and myself, this was 4 or 5 years ago, there were 1 to 2 cases per year, and then after our first talks, the cases rose to 10, and then the year after that to 20. So it could fluctuate, of course, and it fluctuates by season, but that's usually what we get. It depends. It depends on the clinical course. If we get these patients soon enough, for instance, we've been able to do an emergency response from the event being reported in El Grillo, for the patient to be flown in a pressurized air ambulance all the way to Reykjavik within an hour and a half. So therefore, getting the best outcomes possible when it comes to Iceland, with total symptom resolution and a few sessions in the outpatient setting. With shallower tables, etc. Now, for patients that have what we call type 2, which is either affectation of the heart or of the central nervous system, these patients require several treatment courses. So what we call, it could be a table 6, 6-hour to 8-hour protocol with extensions 2 or 3 times per day. It of course depends, but the idea is to shoot for full symptom resolution,
after that, we make a decision based on our experience and experience of our colleagues abroad. Okay, then my second question. Oh, that was a two-parter. That was the first one about decompression, because one thing I was thinking about in neurology, because you were showing these pictures and all the different effects that it could have on different cells, and I know that it has been used experimentally for, like, if you're kind of run out of options, maybe for traumatic brain injury and consistent headaches and so on and so forth, that you sometimes get patients like that. I was wondering, has it been tried on actional brain damage? On brain damage to what capacity? Actional, where, you know, when people, you cannot see anything on the, Yeah, like regional pains. Axon damage in the brain, not the tissue. Yes, the application has been, I don't want to say restricted, it's not really restricted, but rather tried to post-concussional conditions, or rather diffuse brain injury. Sometimes there is in the same patient, you could have brain injury and also axonal injury, which also can improve, but considering that there is a post-concussional syndrome on top of that, that could be a potential confounder. The evidence is not large enough, as far as I know, as far as I understand. There's a few case series or a few applications. The thing about hyperbaric literature is, considering that hyperbaric centers are so logistically challenging to run, there are few and far between, and therefore the research is just sparse. But I wish I had a more concrete answer, but so far what we have in terms of brain injury are positive outcomes in people with specifically post-concussional syndrome. But not the large, like No. cycle helmet brain damage thing that we cannot rehabilitate or... No, there is a case, of course, because there is most definitely a pharmacological rationale or a therapeutic rationale behind it. We most definitely could apply a case-by-case evaluation on an off-label basis if we're not able to find larger enough studies. But brain injury as an encompassing category is definitely included in the Code of Good Practice for Hyperbaric Medicine in Europe, and it's, as in black and white says, that this has to be evaluated on an individual basis. Really interesting. Yeah. Can we come and see one? Absolutely. This is the purpose of this picture right here. This is an open house that we had a few years ago, but of course you can send us an email to Hauacao if you're interested. Just let us know when you're coming. So we have coffee and cake and okay, that's good. And you have Instagram? We do have an Instagram, yes. Which I did not bring the handle, but I'm pretty sure you can find it as How Triste Que Va. Yeah. Can I ask just, Yes. how long does each session take, just on average? On average, it could be an hour and a half, but there are conditions that require 2 cycles or 3 cycles of oxygen, so therefore increasing the treatment time to 2 hours. Yeah. The idea is the repeated exposure. As we understand, the hyperbaric effect is additive. So the more you're exposed, the greater the magnitude of the effect. I would like to, because after the COVID, I hear that many cases got like a brain fog. Yes. And this kind of brain fog, it cannot have like a sick or something, but I hear many cases complain. But if we use it with the hyperbaric, the device, oxygen can help. Yes, of course. Brain fog, or psychotaxia, is one of the most prevalent symptoms of long COVID that we have encountered. It's part of the whole package of the reduction in cognitive capabilities related to us by the patients. And most definitely, we have seen the patients that is manifested as patients not being able to concentrate, therefore being in academic or in job-related endeavors. And after they're exposed to the therapy, they are seeing a progressive return to, not 100% cure, but most definitely a progressive return to their previous outcome. Yeah. But therefore,
probably helping in the resolution of this. Just wanted to go to you, thank you. Herði, þá segi ég þessu málþingi bara lokið. Bara þakka innilega fyrir daginn og allir sem voru að horfa í streymi og sérstakar þakkir til allar fyrirlesrana sem komu og gáðu sér tíma hér með okkur í dag. Takk fyrir.